700. og 8. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Stapa, Hljómahöll, 2. desember 2025 kl. 17:00 er settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Alexander Ragnarsson, Díana Hilmarsdóttir, Guðbergur Reynisson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Helga María Finnbjörnsdóttir, Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Margrét Ólöf Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Sigurrós Antonsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon og sá sem hér stendur í forsæti Bjarni Páll Tryggvason. Að auki situr fundinn Hrefna Gunnarsdóttir ritari. Á dagskrá fundarins eru 10 mál. Þau eru fundargerðir bæjarráðs frá 20. og 27. nóvember síðastliðnum, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. nóvember, fundargerð lýðheilsuráðs frá 17. nóvember, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 19. nóvember, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 20. nóvember, fundargerð stjórnar eignasjóðs frá 25. nóvember, fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 28. nóvember. Síðan tökum við fyrir í síðari umræðu fræðslustefnu, innri fræðslu og endurmenntunar starfsfólks 2025 til 2028. 9. mál er gjaldskrá Reykjanesbæjar 2026 og lokum er að 10. mál fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2026 til 2029 síðari umræða. Og við göngum til dagskrá og tökum fyrir fyrsta mál sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 20. og 27. nóvember 2025. Í upphafi umræðna vill ég fara yfir eina bókun og eina umsögn sem koma fyrir í fundargerðum bæjarráðs þann 27. nóvember síðastliðnum, en ætlun bæjarstjórnar allarar er að gera þær að sínum með bókunum. Og bókunin er vegna fyrsta máls þess fundar sem ber yfirskriftina Landsbyggðarstrætó breytingar á leiðakerfi. Og bókunin er svohljóðandi. Þegar kemur að leið 55 sem ekur á milli höfuðborgarsvæðisins, sveitarfélaganna á Suðurnesjum og Keflavíkurflugvallar vill bæjarráð koma enn og aftur á framfæri vonbrigðum sínum með breytingu vegagerðarinnar á leiðarkerfum Landsbyggðarstrætósins 55. Í svari vegagerðarinnar kemur fram að markmiðið með breytingum á leiðarkerfi hafi verið að aðlaga kerfið að breyttum þörfum notanda og aðkallandi hafi verið að undirbúa leiðarkerfi fyrir orkuskipti. Vísað er til stefnu stjórnvalda almenningssamgöngur þar sem kemur fram að almenningssamgöngur innan einstakra sveitarfélaga eru á forræði þeirra. Miðað við þá stefnu telst akstur leiðar 55 innan Reykjanesbæjar sem innanbæjarakstur og því ákveðið að fækka stoppustöðum úr 8 í 2, en auk þess mun fjöldi ferða með BSI á endastöð fækka úr 8 ferðum niður í 5 á virkum dögum frá og með 1. janúar 2026. Með breytingunum geta íbúar Reykjanesbæjar illa nýtt strætóin til og frá höfuðborginni snemma á morgnana og seint á kvöldin. Strætó 55 fækkar stoppustöðum úr 8 í 2 og hættir að stoppa í Ásbrú sem er 5.000 íbúa hverfi. Kostnaður fyrir Reykjanesbæ við að bæta við morgunastri frá 0600 til 0700 á morgnana kostar sveitarfélagið 15 milljónir árlega, en horfast þarf í augu við það að tekjur Reykjanesbæjar eru 13% lægri en meðaltal 7 stærstu sveitarfélagana. Hér að ræða skort á mikilvægri þjónustu fyrir 4. stærsta sveitarfélag landsins og vísað í stefnu stjórnvalda áræðanlegri samgöngur. Þetta skýtur skökku við þegar framlög til almenningssamgangna hækkuðu 2,3 milljarða milli áranna 2024 og 2025, en helstu breytingarnar snéru að aukinni þjónustu í öllum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins með styttri ferðatíma og lengri þjónustutíma. Áherslur á landsbyggðina og samfélögum þar mæta hér afgangi og við í Reykjanesbæ hörfum þessa ákvörðun vegagerðarinnar. Og bæjarstjórn tekur undir bókun bæjarráðs og óskar eftir að það verði fært til bókar og undir þetta rita allir viðstaddir bæjarfulltrúar. Síðara umfjöllunarefnið hérna í upphafi fundar snýr að 4. máli fundargerðarinnar frá 27. nóvember sem ber yfirskriftina frumvarp brottfarastöð. Undir þessum dagskrálið var fjallað væntanlega umsögn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum sem skilað var inn fyrir hönd sambandsins af Berglindi Kristinsdóttir, framkvæmdastjóra þess. Umsögnin er nokkuð ítarleg og löng, en málefnið stendur samfélag okkar það nærri að bæjarstjórn telur sér ekki annað fært en að fara yfir umsögnina hér á þessum fundi og taka undir hana og láta bóka umsögnina hér í fundargerð. Og hefst þá yfirferðin yfir umsögnina.
og þar ber það fyrst yfirskriftina almenn sjónarmið. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum vekur athygli á að frumvarpið gerir ráð fyrir staðsetningu brottfarastöðvar á Suðurnesjum samanber 1. grein frumvarpsins. Í greinargerð jafnframt gert ráð fyrir flutningi móttökumiðstöðvar umsækjenda alþjóðlega vernd til svæðisins án þess að útfærsla úrræðisins liggi fyrir. Á aðalfundi Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum var samþykkt ályktun þar sem mótmælt var skorti á samráði við sveitarfélögin áður en ákvörðun var kynnt. Ljóst að brottfarastöðin verður staðsett nærri stærstu landamærastöð landsins. Fyrir liggur að staðsetning ráðist af framboði húsnæðis, útboðum og öðrum aðstæðum. Að mati Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum hefði verið eðlilegt að haft var í samráð við sveitarfélögin á Suðurnesjum áður en ákvörðun var tekin og frumvarpið lagt fram. Skortur á samráði við sveitarfélög. Í 3. málsgrein 2. greinar frumvarpsins kveðið á hlutverk ríkisins við rekstur brottfarastöðvar, en hvergi kveðið á skyldu til samráðs við sveitarfélög sem hýsa starfsemina. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum ítrekar að slíkt samráð hefur ekki farið fram og telst það ekki samræmast vönduðum stjórnsýsluháttum. Á blaðsíðu 26 kemur fram að sveitarfélögum verði boðið til samráðs mótun og uppbyggingu miðstöðvarinnar. Að mati sambandsins það óásættanlegt að hefja samráð eftir að ákvörðun staðsetningu hefur verið tekin. Enda útilokað það slíkt að sveitarfélög geti haft raunveruleg áhrif á grundvallar forsendur málsins. Óljós útfærsla móttökumiðstöðva. Í greinargerð með 4. grein frumvarpsins vísað til þess að móttökumiðstöð verði flutt frá Reykjavík til Suðurnesja. Óljóst hins vegar hvort úrræðið verði opið eða lokað, hver beri ábyrgð á endanlegri daglegri þjónustu, hvort Heilbrigðisstofnun Suðurnesja verði ábyrg fyrir heilbrigðisþjónustu, hvernig dvalartími verði skilgreindur eða hvernig tryggt verði að börn fái viðeigandi þjónustu og skólagöngu. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum telur óviðunandi sé að jafn umfangsmikil breyting á móttökukerfi útlendingamála sé hvorki útfærð í lagateksta né greinargerð. Samþætting ólíkra úrræða, 6. grein frumvarpsins. Samkvæmt 6. grein frumvarpsins geta einstaklingar sem hafnað hafa samvinnu við stjórnvöld og mist þjónustu verið vistaðir í sama húsnæði og brottfarastöð. Að mati Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum óskiljanlegt að vista svo ólíka hópa saman á þess að rækilega sé fjallað öryggismál, þjónustu, ábyrgð og aðbúnað. Vistun, börn og hlutverk barnaverndar, 8. grein frumvarpsins. Í 8. grein frumvarpsins heimild til að vista einstaklinga og fjölskyldur með börn í sömu brottfarastöð þó í aðskildum einingum. Þá segir einnig að vistmaður skuli hafa rétt til útiveru, dómstunda, líkamsræktar, fjölmiðla og að umgangast aðra vistmenn. Sambandið telur mikilvægt að skýrt sé hvar slík útivera, dómstundur og líkamsrækt eigi sér stað og hvort slíkt rými verði innan brottfarastöðvar eða á vegum sveitarfélagsins. Slíkt hefur bein áhrif á skipulag, innviði og öryggi. Í kafla sérstakar reglur vistun barna kemur fram að lögregla skuli tilkynna barnaverndarþjónustu vistun barns í brottfarastöð og bera ákvörðunina undir dómstóla. Sambandið bendir á eftirfarandi að óljóst til hvaða aðgerða barnaverndarþjónusta getur gripið. Ekki heldur séð hvernig þetta samræmist barnaverndarlögum. Mikilvægt að benda á að með ákvæðinu lagt til nýtt verkefni á barnaverndarþjónustu viðkomandi sveitarfélags en slíkt kallar á aukið vinnuframlag og kostnað. Áhrif á þjónustu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og lögreglu, 5. og 6. grein frumvarpsins. Samkvæmt 5. grein frumvarpsins gert ráð fyrir fangavörðum í hópi starfsfólks. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum telur að þörf sé á breiðari faglegri þekkingu þar sem brottfarastöð ekki fangelsi og mun vista fólk og fjölskyldur með fjölbreyttar þjónustu þarfir. Samkvæmt 7. grein frumvarpsins skal heilbrigðisstarfsmaður skoða einstakling við komu. Af orðalagi frumvarpsins má ráða að heilbrigðisstarfsmaður sé starfsmaður heilbrigðisstofnunar og ekki hluti af starfsliði brottfarastöðarinnar. Sambandið leggur áherslu á að verði HSS fengið þetta verkefni verði stofnunin að fá ríflega fjármögnun svo að þjónusta við brottfarastöð kom ekki niður á þjónustu við íbúa á Suðurnesjum. Lögheimili og réttindi vistmanna. Frumvarpið tekur ekki afstöðu til þess hvort vistmenn verði lögheimili skráðir í sveitarfélaginu. Þetta grundvallar atriði þar sem lögheimilisskráning felur í sér réttindi og skyldur sveitarfélaga, meðal annars í félagsþjónustu, barnavernd og skólamálum. Skipulagsmál, 20. grein frumvarpsins.
Samkvæmt 20. grein frumvarpsins setur lögreglustjórinn á Suðurnesjum reglur brottfarastöð og óheimilt að birta reglur öryggi opinberlega. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum bendir á að brottfarastöð hefur veruleg áhrif á nærumhverfi sitt. Sveitarfélagið hefur lögbundið hlutverk samkvæmt skipulagslögum við gerð skipulagsáætlana og framkvæmdaleyfa og því verður að teljast óeðlilegt að sveitarfélag hafi ekkert staðsetningu að segja. Í greinargerð skortur á heildstæðu áhrifamati. Í greinargerð með 10. grein frumvarpsins fullyrt að frumvarpið hafi ekki í för með sér aukinn kostnað fyrir sveitarfélög. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum bendir á að ekkert heildstætt áhrifamat liggur fyrir áhrif á til dæmis félagsþjónustu, barnavernd, skólaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, löggæslu og skipulags- og húsnæðismál. Niðurstaða. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum telur að frumvarpið sé ófullmótað og byggi á óljósum forsendum. Ekki hefur farið fram nauðsynlegt samráð við sveitarfélög á svæðinu og skortir heildstætt mat á áhrifum starfseminnar. Greinargerð frumvarpsins bendir ítrekað til þess að frumvarpið fjalli einnig móttökumiðstöð þrátt fyrir að lagatexti taki einungis til brottfarastöðvar. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum telur eðlilegra að móttökumiðstöð verði tekin fyrir í sérlögum þar sem sé að ræða annað hlutverk og aðra þjónustu. Sambandið leggur áherslu á að áður en frumvarpið verði afgreitt þurfi að fara fram heildstætt mat á áhrifum lagasetningarinnar á samfélag og innviði á Suðurnesjum. Það þarf að hefja raunverulegt og opið samráð við sveitarfélög svæðisins, skýra þarf hvernig móttökumiðstöð og brottfarastöð verði útfærð og fjármögnuð. Verði þetta frumvarp að veruleika þarf að tryggja fulla fjármögnun til sveitarfélaga, HSS og embættis lögreglustjórans á Suðurnesjum vegna nýrra verkefna sem og að taka afstöðu til lögheimilisskráningar vistmanna og réttinda þeirra. Og eins og áður segir þá tekur bæjarstjórn Reykjanesbæjar heils hugar undir umsögn Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum og undir bókunina rita allir viðstaddir bæjarfulltrúar. Og þá komið að því að orðið laust aðra liði fundargerðarinnar. Margrét Sanders gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Eins og þið heyrðuð þá mikið samstaða með þessi tvö mál, þar sem að forseti var að lesa upp áðan, bókanir, þar sem að allir stjórnmálaflokkar sem eiga hlut að bæjarstjórn taka heils hugar undir og skipti máli að samstaða sé í svo stóru málum. Auk þess hefur verið mikil samstaða í bæjarstjórn varðandi vegagerðina í máli í bæjarráði frá 27. nóvember þar sem að talað að varðandi þjóðbrautina. En eins og þeir sem að hafa fylgst með fundum hér hafa tekið eftir að það á að loka henni að hluta, það á að vera hægri beygja frá þjóðbraut að Reykjanesbraut og við í bæjarstjórn höfum lagt áherslu á að það verði ekki vegna stækkunar, vegna lögreglu og vegna sjúkrabíla en vegagerðin telur þetta bölva vitleysu í okkur og vill halda sínu striki og bæjarstjóra falið að vinna áfram í málinu og sem betur fer stöndum við saman þar. Síðan langar mig að nefna mál sem í fundargerð frá 20. nóvember. Þar var aftur tekið fyrir skýrsla félagslegt húsnæði, eignasafn, biðlista og biðtíma eftir úthlutun. Þetta vegna fyrirspurnar Sjálfstæðisflokksins til velferðarráðs og ég baðst afsökunar og gera það hér með líka að þetta viðamiklar spurningar og veit að það tekur mikinn tíma. Sú sem hér stendur ætlar ekki að fara í fótspor Pírata sem gerðu lítið annað á þingi en að vera með fyrirspurnir sem kostuðu heilmikla vinnu og ekkert var unnið með. Ég skal lofa ykkur því að það verður unnið mikið með þessar upplýsingar og hefur þegar verið gert. Og vil ég þakka fyrir þá góðu vinnu og það miklu vinnu sem lögð var í þetta plagg. Aðeins varðandi það að þetta svör við fyrirspurnum bæjarráðs og þá út af okkar fyrirspurnum
félagslegt leiguhúsnæði og óhagnaðardrifin leigufélög í Reykjanesbæ. Þessi tvö kerfi skarast. Þau skarast á þann hátt að eins og Brynja leigufélag er byggt fyrir öryrkja og á að tryggja þeim öruggt húsnæði, en mörkin frá félagslegu húsnæði í að vera í óhagnaðardrifnum er töluverð og mér sýnist að flest óhagnaðardrifin leigufélög sem að eru nú, eða við ættum meiri alveg, ég veit ekki hvort að við erum að kalla þetta óhagnaðardrifin, þetta ætti kannski að vera ríkis- og bæjarstýrt leigufélög, en að þá getur fólk sem er með alltaf 750.000 á mánuði komist inn í svona íbúðir. Þetta er alveg, menn verða átta sig á því að sveitarfélög borga 12% og ríkið 18% og ég held meira að segja að vera að hækka upp í samanlagt 35% sem átti að leggja til í þessi ríkis- og bæjarstýrtu leigufélög. En þannig að þetta orkar tvímælis að því leyti til að sveitarfélög eins og Reykjanesbæ hefur nú ekki burði til þess að borga bara fyrir alla og ömmu þeirra bara húsnæði. Aftur á móti skal það viðurkennt hér að húsnæðismál eru ekki í góðum málum og það bendir hver á annan. Ríkið bendir á sveitarfélögin benda á ríkið og síðan erum við að benda á hvort annað stjórnmálaflokkarnir. En öll erum við sammála um eitt, þetta er ekki í lagi eins og þetta er. Og þá kemur til að ef ég er að borga 300.000 núna í leigu, sem er bara orðin algeng leiga, 300.000 fyrir kannski 2-3 herbergja íbúð, ég er að borga það, en ég má ekki vera að borga af íbúðinum kannski 120.000. Auðvitað þarf að halda eign við, auðvitað, ég skil það, en skárra er það nú. Þannig að ég er ánægð með það sem hefur komið fram núna, almennt bara á markaði frá öllum, að það verður að gera breytingar á þessu, hvort að fólk komist í gegnum greiðslumat hjá bönkunum, þannig að einhver komist allavega í gegn. Það er líka áhugavert, af því að ég stend hérna og þetta er næsta mál, sem er 3. mál, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja bílastæði. Það var líka mikið samstaða í bæjarráði og skemmtilegt að segja frá því, ekkert skemmtilegt en áhugavert að segja frá því að þeir óskuðu eftir að púttallurinn yrði færður og það yrði tekið undir bílastæði fyrir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þetta er ekki út af engu, það er áskorun með bílastæði við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þeir eru þegar búin að taka aðeins af skrúgarðinum og eru samt í miklum vandræðum og við vorum sammála um að það verður að finna góða lausn og auðvitað er þessi vísað til umhverfis- og framkvæmdasviðs. Þannig að finna heppilegri lausn. En mér langar bara að nefna þetta, en ýmis góð mál sem eru önnur þarna sem ég tel mig ekki að nefna, eða ætla ekki að nefna hér. Takk fyrir. Orðið laust, fundargerð bæjarráðs frá 20. og 27. nóvember. Það er ekki fleiri sem að hafa kveðið sér hljóðs og við göngum því til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkt geta fundargerð bæjarráðs eru vinsamlegast beðin að gefa merki. Það eru samþykktar 11-0. Næst tökum við fyrir annað mál á dagskrá sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. nóvember síðastliðnum. Og það eru nokkuð málefni sem að þarfnast sérstakrar umfjöllunar og samþykkis og við byrjum á að rúlla við þau. Og þar ber fyrst að nefna 6. mál fundargerðarinnar, sporthúsið stækkun. Orðið laust. Þau sem samþykkt geta vinsamlegast gefa merki. Samþykkt 11-0. 7. mál fundargerðarinnar er líka undir þessum lið. Ber yfirskriftina Kirkjubraut 10 viðbygging. Orðið laust. Það er engin kveðið sér hljóðs. Þau sem samþykkt geta. 7. mál vinsamlegast gefa merki. Samþykkt 11-0. Þá er komið að 8. máli fundargerðarinnar sem ber yfirskriftina Hafnabraut 12E fyrirspurn. Orðið laust. Það er engin óskað eftir að taka til máls. Þau sem samþykkt geta 8. mál vinsamlegast gefa merki. 8. mál er samþykkt 11-0.
9. mál fundargerðarinnar heitir flugvellir 1-3 beiðni deiliskipulagsbreytingu. Orðið laust. Það var engin ósk eftir að taka til máls, þau sem samþykkt geta vinsamlega skipið merki og 9. mál samþykkt 11-0. Og lokum það 10. mál fundargerðarinnar Keilisbraut 753. Orðið laust. Þau sem samþykkt geta 10. mál vinsamlega skipið merki. 10. mál samþykkt 11-0 og þá gef ég orðið annars laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. nóvember. Margrét Þórarinsdóttir, kjörsvel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 1, uppbygging við Víkingaheima, aðalskipulagsbreyting. Umboð telur mikilvægt að staldra við þá stefnu sem blasir við í skipulagsvinnu sveitarfélagsins, þar sem ítrekað horft til þess að breyta grænum svæðum í Reykjanesbæ í byggingaland, þrátt fyrir að bærinn búi yfir nægilegu óbyggðu landi sem auðveldlega væri hægt að nýta til framtíðar uppbyggingar. Það eðlileg krafa íbúa að græn svæði séu fyrst vernduð, styrkt og gerð nýtanleg, áður en tekin ákvörðun að þrengja þau og loka fyrir aðgengi að þeim. Slík svæði eru ekki afgangsland, þau eru hluti af lögbundnu skipulagi sveitarfélaga og hafa bein áhrif á lífsgæði íbúa og heilsu þeirra. Við fögnum því að í þessu tilviki sé fyrirhuga breyting sett í ferli sem felur í sér íbúasamráð. Jafnframt mikilvægt að minna á að svæði við Víkingaheima aðeins 1 af 3 svæðum í Dalshverfi sem verið að skoða til breytingar úr grænum svæðum í íbúabyggð sem gerir heildstæða stefnumörkun enn brýnni. Umboð ítrekar fyrri bókanir sínar máli þar sem áhyggjur af ferlinu, jafnræði og mögulegum áhrifum á græn svæði hafa þegar verið settar fram án þess að meirihlutinn hafi brugðist við. Ferli meirihlutans, Samfylkingar, Framsóknar og Birna leiðar í þessu máli hefur ekki verið í samræmi við þau stjórnsýslu viðmið sem gera má kröfur í skipulagsmálum. Kynning frá einum aðila, Funanberg fasteignafélag, eignarhlutafélag, var tekin áfram áður en sveitarfélagið hafi tekið faglega afstöðu til þess hvort eða hvernig ætti yfir höfuð að breyta landnotkun svæðisins. Ferli var hvorki opnað fyrir fleiri aðilum né tryggt að samkeppni, jafnræði eða gagnsæi væri tryggt áður en hugmyndir voru færðar í næsta skref. Málinu var svo vísað áfram í skipulagsvinnu án þess að íbúum hafi verið kynnt hvaða framtíðarsýn eða markmið sveitarfélagsins hefði verið fyrir svæðið. Þrátt fyrir áherslur íbúasamráð, nú hefur slíkt framað átt að hefjast áður en tekin var ákvörðun að hefja vinnu við breytingar á deiluskipulagi. Það liggur ekki fyrir hvers vegna byrjað á grænum svæðum þegar nægt byggingaland til staðar í sveitarfélaginu. Að mati umbútar þarf ferlið að hefjast á ný með skýrri framtíðarsýn vernd og nýtingu grænna svæða og í nánu, raunverulegu samráði við íbúa. Ákvörðun að breyta svæðinu í byggingareit verður að byggja á almannahagsmunum og faglegum forsendum, ekki óskum einstakra aðila áður en að grunnstefnan liggur fyrir. Umboð ítrekar því að sveitarfélagið eigi að meta græn svæði sem samfélagslega auðlind, efla þau og tryggja þau að þau nýtist íbúum áður en tekin eru skref í átt að breytingar á landnotkun eða mögulegum uppbyggingum á þessum svæðum. Ég óska þetta verið bókað og jafnframt mun ég sitja hjá í þessum lið. Takk fyrir. Kæra þakkir og orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Varst þú undan? Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Varðandi Víkingaheima eða uppbyggingu við Víkingaheima að þá fagna ég því að þetta fer í aðalskipulagsferli þar sem að þetta er breyting á aðalskipulagi. Þannig að ég tel það faglegt. Ég skil bókunina þannig að það er bara verið að ákveða með þessu að fara í aðalskipulagsferli en
Auðvitað þetta í tengslum við kynningu Funabergs fasteignafélags en ég á ekki von á öðru en varðandi þróunarsamning að það fari bara í sama ferli og aðri þróunarsamningar, að þetta verður þá bara boðið út sem möguleiki. Þannig að þá verður þetta vonandi gagnsætt, en ég held að margt í bókun Margrétar megi algjörlega taka undir, en ég allavega fylgjandi því að þetta fari í aðalskipulagi og það væri ágætt að heyra, því ég veit að formaður bæjarráðs hefur þegar beðið orðið, að ef að skilningu minn réttur á þessu, að við erum að samþykkja að fara í aðalskipulagsferli með þetta, en ekki búin að ákveða að þróunarsamningur verði gerði við ákveðna aðila, heldur þá bara að reikna með að það verði boðið út eins og eðlilegt er. Takk fyrir, Halldóra Fríða Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Já, það aðeins bara til þess að vera alveg skýr að það minnst eins og umræðin sé aftur þannig úr garði gerð að það er verið að reyna að gera vinnuna aðeins eitthvað svona vafasama. Þannig að bara svo að það sé tekið skýrt fram af því að ég tek víkingaheimaferli ekki í samræmi við góða stjórnsýslu. Förum aftur aðeins tilbaka til okkar leita aðilar sem að eiga víkingaheima, eru með lóðina við víkingaheima og eru að leitast eftir því að fá að þróa reitinn lengra út. Þannig að það er ekki eins og að hafa einhver dottið að himnum ofan og ákveðið þarna væri einhver lóð, heldur þeir eru á landinu þarna. Þannig að ekkert óeðlilegt við það að til okkar leita aðilar sem vilja þróa svæði. Það sem við gerum í framhaldinu að setja málið akkurat í hárréttan farveg innan stjórnsýslunnar. Það er tekið fyrir í bæjarráð því að erindi berst til bæjarráðs, við fjöllum það í bæjarráði, við vísum því inn í umhverfis- og skipulagsráð. Það eru starfsmenn á umhverfis- og framkvæmdasviði sem koma að þessari vinnu. Þetta fer bara sína hefðbundnu eðlilegu leið innan stjórnsýslunnar, er ekkert athugavert við það. Við fáum niðurstöðu frá öskráðinu þar sem allir meðlimir ráðsins taka undir þessa bókun, þar sem sannarlega er verið að vísa málinu áfram í aðalskipulagsvinnu. Þannig að það er ekki búið að skrifa upp þróunarsamning, það er ekki búið að taka ákvörðun þróunarsamning, það kemur fram í bókunina ef til þess kemur þá og svo framvegis. En þarna er verið að vísa þessu máli í vinnu í aðalskipulagi. Þannig að ég sé ekkert athugasemd, ég geri enga athugasemd við verklagi sem hefur verið í gangi í þessu máli. Takk fyrir. Orðið laust, Helga María Gjörsvæl, svo Margrét. Já, virðulegi forseti og bæjarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Mér langaði líka bara að koma aðeins upp og svara bæjarfulltrúa Margréti Þórarins. Ég er fulltrúi í umhverfis- og skipulagsráði og ég tek undir að við viljum ekki ganga á öll græn svæði í bæjarfélaginu. Það er bara mjög mikilvægt að við eigum nóg af grænum svæðum fyrir íbúana til þess að njóta. Ég vil ítreka líka að það hafa engar ákvarðanir verið teknar í þessu máli. Bókunin okkar snýr að því ef við höfum áhuga á því að gera þróunarsamning, þá munum við vísa þessu til endurskoðunar aðalskipulags sem yfirleitt ný bæjarstjórn tekur ákvörðun þegar nýtt tímabil hefst nýrra bæjarstjórnar. Þannig að ég geri ráð fyrir að ný bæjarstjórn muni taka afstöðu til þess í vor eða í haust. Það eru komin 7+ ár síðan að aðalskipulagið var endurskoðað, þannig að ég tel eðlilegt að það verði gert á nýju kjörtímabili. Þannig að það er ekkert ákveðið með þetta, en mér finnst líka eðlilegt að þegar fólk kemur til okkar með hugmyndir að við sláum þær ekki bara beint út af borðinu. Það er bara ábyrgðarleysi. Við þurfum líka að skapa vettvang fyrir
aðila sem koma með góðar hugmyndir, að við skoðum þær og viðrum þær og tökum bara faglega og afstöðu til þeirra á sama tíma og við bara virðum stjórnskipulagið okkar. Kærar þakkir, Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, mér langar að koma hérna aðeins í smá ansvar handa meirihlutanum. Þau sjá ekkert athugavert við þetta ferli. Það tel ég mjög áhugavert vegna þess að þetta fór fyrst inn til umhverfis- og skipulagsráðs. Því var hafnað af umhverfis- og skipulagsráði. Síðan sendir Funaberg beiðni til bæjarráðs. Bæjarráð tekur afstöðu að senda þetta aftur inn í umhverfis- og skipulagsráð. Þannig að ég tel það bara ekki rétt ferli hvernig þetta hefur verið unnið og ég myndi koma með eftirfarandi bókun. Umboð vill árétta að gagnrýni okkar snýst fyrst og fremst að ferlinu sem meirihlutanum hefur viðhaft í málinu. Það er rétt að hér hugmynd að ræða en leið og hugmynd eins aðila tekin fram í skipulagsvinnu án þessa ferli sé opið öllum aðilum aðgengilegt verið að taka stefnumarkandi ákvörðun. Slíkar ákvarðanir eiga að byggja á heildarsýn notkun lands og skýru samhengi við aðalskipulag. Ekki á kynningu frá einum aðila áður en faglegt mat liggur fyrir. Við fögnum því að búið sér til íbúasamráðs. Íbúasamráð á að vera fyrsta skref, ekki það skref sem kemur eftir ákvörðun þegar hefur verið tekin að setja grænt svæði inn í ferli sem miðar við því að skoða það sem mögulegt byggingaland. Það er ekki hlutverk sveitarfélagsins að skapa væntingar uppbyggingu á grænum svæðum áður en íbúar hafa fengið að taka afstöðu og áður en sett hefur verið fram skýr framtíðarsýn hlutverk slíkra svæða í bæjarheildinni. Það hefur einnig komið fram að ekkert hefur verið ákveðið og engin aðili hafi fengið neina úthlutun. Ég geri mig alveg fullkomlega grein fyrir því. En einmitt þess vegna mikilvægt að enginn fái einhliða aðkomu að þróun slíkra svæða. Ef enginn hefur fengið forgang, þá á líka einnig að vera í þeirri stöðu að koma með þróunartillögu inn í lokaferli. Jafnræðisreglan krefst þess að ferli sé opið, gagnsætt og öllum framkvæmdaraðilum jafnt aðgengi áður en hugmyndirnar eru teknar fyrir. Þá hefur meirihlutinn haldið því fram að þörf sé á íbúðum og að því sé eðlilegt að skoða nýja byggingareiti. Við tökum því að þörf sé á íbúðum, við vitum það. En það réttlætir samt ekki að byrja á grænum svæðum þegar Reykjanesbær býr yfir fjölmörgum reitum sem þegar eru skilgreindir sem byggingaland. Byggingaland endurnýtanlegt, græn svæði eru það ekki. Það liggur ekki fyrir hvers vegna byrjað á grænum svæðum þegar önnur svæði standa til boða. Að lokum vil ég minna á að svæði við Víkingaheima aðeins eitt af þessum 3 svæðum í Dalskerei sem hefur verið að skoða hvað varðar breytingar úr grænum svæðum í íbúabyggð. Það kallar á heildstætt mat og faglega forgangsröðun. Við teljum því að ferlið þurfi að hefjast upp á nýtt með skýrri stefnu vernd og hlutverk grænna svæða. Íbúasamræði frá fyrsta degi og ferlið sem byggir á gagnsæi, jafnræði og almannahagsmunum. Og ég vil líka bara árétta það að ég hef þegar bókað þetta mál 2 sinnum í bæjarráði og bæjarstjórn. En ég hvet bara meirihlutann til að kynna sér þær bókanir. Ég óska að þetta verði bókað. Kærar þakkir. Orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Halldóra Fríða Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Já, mér langar aðeins að ávarpa því að eins og bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir bendir réttilega á að þá kemur erindið inn til umhverfis- og skipulagsráðs þann 7. febrúar. Ég var að kanna það í gögnunum, en það var annað erindi. Þá eru þeir að bjóða inn í markaðskönnun ríkisins varðandi hjúkrunarheimili. Þannig að þá eru þeir að leggja til hjúkrunarheimili og lífsgæðakjarna og eitthvað slíkt í tengslum við það. Þannig að það var ég tek því allavega þannig að það annars konar verkefni. Og þeirri hugmynd hafnað og þá senda þeir erindi í kjölfarið. Ég veit ekki hvort þeir hafi verið komin með einhver frekari svör eða eitthvað varðandi eða hvort þeir hafi boðið inn í
þessa markaðskönnun, en þetta annað erindi sem við erum að fá sem bæjarráð. Þannig að ég líti á þetta sem 2 mismunandi verkefni. Þó að sé sannarlega á sama stað, að þá voru þetta í mínum huga allavega 2 ólík verkefni. Takk. Og orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Ég leyfi Margréti Þórhallsdóttur að koma hérna upp í 3. sinn í svör. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, sko, ég ekki að tala þetta mál, það sem að bæjarfulltrúi Halldóra Fríða var að tala Umbót á fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og þetta erindi hefur þegar komið inn, ég því miður ekki með nákvæmlega tímasetningu, en mér minnir að við höfum rætt þetta, ég og Gunnar Felix Rúnarsson í september. Ég þori ekki að fara með það, en þetta kom inn til umhverfis- og skipulagsráð, málinu var hafnað, síðan sendir hann, Funaberg, eignarhlutafélag, umsókn til bæjarráðs, þar sem við tökum máli fyrir og þar ákveðið, þrátt fyrir mín mótmæli og bókun í bæjarráði, þá það sent til umhverfis- og skipulagsráðs. Þannig að ég bara, eins og ég segi, þetta bara staðreyndi sem ég að fara með. Takk fyrir. Kærar þakkir. Og orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Helga María, gjörðu svo vel. Já, forseti, já, bara aðeins að svara þessu. Samkvæmt mínum gögnum þá kemur þetta vissulega inn 7. febrúar og kemur svo aftur til okkar í haust í október, en þá þetta nýtt erindi í rauninni, vegna þess að í febrúar þá það ósk eftir lóðarstækkun. En svo þetta annað erindi sem kemur inn í haust og þá frestum við þessu máli í október og svo kemur þetta aftur inn til okkar núna og við vísum þessu til endurskoðunar aðalskipulags. Takk fyrir. Orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Það ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og ég ber því fundargerðina í heild sinni upp til atkvæðagreiðslu og Margrét Þórhallsdóttir, þú situr hjá undir fyrsta lið, það staðfest? Að öðru leyti, já, þá ber ég fundargerðina í heild sinni upp til samþykktar, þessi samþykkt geta hana í heild sinni, gefur merki. Og hún samþykkt 11.0 með þeirri undantekningu og undir fyrsta lið situr bæjarfulltrúi umbótar hjá. Næsta dagskrármál fundargerð lýðheilsuráðs frá 17. nóvember síðastliðnum og orðið laust. Það var engin óskað eftir að taka til máls. Ég ber því fundargerðina upp til samþykktar. Þessi samþykkt geta fundargerð lýðheilsuráðs vinsamlega gefið merki. Fundargerðin samþykkt 11.0. Og við erum þá komin að 4. máli fundarins sem fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs sem var haldinn þann 19. nóvember síðastliðinn. Orðið laust. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls og þau sem samþykkt geta fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs eru vinsamlega beðin að gefa merki. Fundargerðin samþykkt 11.0. Og nú komið að umræðu og atkvæðagreiðslu og afgreiðslu á 5. dagskrármáli sem fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 20. nóvember síðastliðnum. Orðið laust. Hjörtur, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og góðu gestir. Á 302. fundi atvinnu- og hafnaráðs Reykjanesbæjar var í fyrsta máli samþykkt fjárhagsáætlun ársins 2026
En í máli 2 var ákveðið að fara í útboð og vegna brimvarnargarðs sunnan við Njarðvíkurhöfn, en frestur til að skila tilboðum rennur einmitt út í dag, en gert er ráð fyrir að atvinnu- og hafnaráð taki afstöðu til tilboða á fundi sínum 11. desember næstkomandi. Skipulagsmál umhverfis Njarðvíkurhöfn og nærliggjandi atvinnusvæði er í fullum gangi og í góðu samráði við umhverfis- og skipulagsráð, og vonir standa til þess að formlegt skipulagsferli geti hafist fljótlega á nýju ári. Hluti af vinnu við endurskoðun framtíðarsýnar Reykjaneshafnar er skoðun á breytingum umhverfis Keflavíkurhöfn, sem hefur fyrst og fremst að framtíða hlutverk að þjónusta skemmtiferðaskip og aðra ferðamannatengda starfsemi, en hölunni verður svipta þeirri vinnu sem er orðið í fundargerð með birtingu framtíðarsýnar Reykjaneshafnar núna á næstunni. Annars var farið yfir aflatölur og innflutning og aðra tölfræði í tengslu við rekstur sviðsins, og mikil umræða hófst í lok fundar áhyggjur langar með að segja allra fulltrúa af auknu atvinnuleysi á svæðinu, og stefnt er að því að halda þeirri umræðu áfram á næsta fundi ráðsins. Að lokum langar mig að fagna sérstaklega undirskriftir vegna uppbyggingar á vegum NATO í Helguvík, sem á eftir að hafa ótvíræð áhrifin í samfélagið okkar á næstu árum. Þá langar mig að senda sérstakar þakkir til bæði bæjarstjóra okkar og sviðsstjóra, og ekki síst utanríkisráðuneytisins, fyrir að mig langar að segja þrotlausa vinnu undanfarin ár. Þetta svona samkomulag gerist ekki á einni nóttu og hvað þá einu ári, þannig að það er mikil vinna þarna baki. Og já, svo langar mig bara að segja að þessi fundargerð er svolítið lýsandi fyrir vinnu sviðsins og ráðsins, og sýnir að það eru öll hafnarsvæði sveitarfélagsins í mikilli þróun og búast má við gríðarlegum breytingum á næstu árum. Bestu þakkir. Orðið er laust fundargerð atvinnu- og hafnaráðs. Það er ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs, og við göngum því til atkvæðagreiðslu. Þessi samþykkt geta fundargerðan eru vinsamlegast beðin að gefa merki. Fundargerðan er samþykkt 11:0. Þá vindum við okkur í 7. mál fundarins, sem er fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 25. nóvember. Orðið er laust. Það er enginn sem hefur kveðið sér hljóðs undir þessum dagskrárlið, og við göngum því til atkvæðagreiðslu. Þessum samþykkt geta fundargerð stjórnar Eignasjóðs eru vinsamlegast beðin að gefa merki. Fundargerðan er samþykkt 11:0. 7. mál fundarins snýr að afgreiðslu fundargerðar menningar- og þjónusturáðs frá 28. nóvember. Og áður en gef orðið laust vill ég nota tækifærið og færa 29. handhafa súlunar Árnaðar óskir bæjarstjórnar. Að þessu sinni kom súlan í hlut Baldurs Guðmundssonar. Baldur hefur á umliðnum áratugum komið víða við í menningarlífi samfélagsins okkar, og þá hann helst hann þekktur fyrir sitt ötula starf tengt tónlistarflutningi og störfum sem tengjast tónlistararfi svæðisins. Innilegar hamingju óskir Baldur frá okkur öllum í bæjarstjórn. Og orðið er laust. Sverrir Bergmann, gjör svo vel. Virðulegi forseti, ég kem hér upp undir fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 28. nóvember síðastliðnum til að fara yfir nokkuð mál. Fyrsta mál, gæðamál og ferlar. Þar kom gæðastjóri Reykjanesbæjar á fundinn og fór yfir þau verkefni sem hafa verið í gangi í tengslu við gæðamál og gæðahandbók Reykjanesbæjar. En þetta stöðugildi, það er að segja gæðastjórinn, var nýlega flutt yfir á menningar- og þjónustusvið, og því við hæfi að meðlimir ráðsins fengu kynningu, og þökkum við gæðastjóra kærlega fyrir hana. Í máli 2 þá var það uppbyggingarsjóður Suðurnesja, verkefnastyrkir, en úthlutað var úr uppbyggingarsjóði Suðurnesja þann 21. nóvember síðastliðnum, og nokkur verkefni frá Reykjanesbæ sem að fengu styrk. Þar ber helst að nefna Baun eða barnamenningarhátíð í Reykjanesbæ sem fekk styrk upp á 2,5 milljón króna, og svo landsmót kvennakóra sem að haldin verður í Reykjanesbæ á næsta ári, en þær fengu einmitt 2 milljónir króna í styrk. Aukast voru hinn ýmsu menningartengdu verkefni víðsvegar Suðurnesins sem að fengu styrk, og verður gaman að fylgjast með þessum verðu verkefnum á komandi ári.
Þriðja mál, menningarverðlaunin 2025 sem að hann forseti kær Bjarni tók hérna vel á áðan. Bara til þess að bæta kannski við það sem þú sagðir hérna áðan að þá verðlaunagripurinn silfursúla og hann eftir listakonuna Elísabetu Ásberg en hún tilvísun í súluna sem finna má í merki Reykjanesbæjar. En Baldur fékk súluna afhenta við hátíðlega athöfn í Bergi þann 27. nóvember síðastliðnum þar sem hann spilaði og söng ásamt góðum gestum fyrir fullan sala fólki sem var komin þar til að fagna þessum tímamótum. Menningar- og þjónusturáð óskar Baldri Þóri Guðmundssyni innilega til hamingju með súluna. Þá það fjórða mál jóladagskrá í Reykjanesbæ en sviðsstjóri menningar- og þjónustusviðs lagði fram metnaðarfulla jóladagskrá menningarstofnana Reykjanesbæjar og hvetti alla til að kíkja á hann og taka þátt en dagskrána má finna inn á reykjanesbæjar.is. Svo það fimmta mál, mjög mikilvægt jólahús og jólafyrirtæki í Reykjanesbæjar 2025 en menningar- og þjónusturáð hvetur íbúa til þess að taka virkan þátt í að senda inn tillögur að jólahúsi og jólafyrirtæki Reykjanesbæjar í laufléttum leik í samstarfi Reykjanesbæjar og húsasmiðjunar í desember. Markmiðið með uppátækinu að vekja athygli á öllum þeim fallegu skreytingum sem að íbúar hafa sett upp og geta leynst víða okkar ört stækkandi sveitafélag. En hægt að senda inn tilnefningar á vefsíðu Reykjanesbæjar til 16. desember næstkomandi. Svo að lokum þá það leikfélag Keflavíkur en menningar- og þjónusturáð vill óska leikfélagi Keflavíkur innilega til hamingju með metnaðarfulla uppfærslu á Kardimámubænum sem sýnt hefur verið fyrir fullu húsi síðastliðnar vikur. Takk fyrir, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Þriðja mál menningarverðlaun 2025. Ég kem hérna upp og vil óska Baldri Þóri Guðmundssyni innilega til hamingju framlag til tónlistarlífs þrátt fyrir að forseti óskaði til hamingju fyrir hönd bæjarstjórnar. Mér bæði ljúft og skylt að standa hérna upp sérstaklega og taka þetta fram vegna þess að ég vildi nefna það að þegar ég var biðstödd afhendingu þessara verðlauna þá komst ég við þegar ég sá þennan fjölbreytta hóp fjölskyldu Rúnars Júlíussonar og ekki bara hans heldur þegar maður fór lengra aftur og þegar farið var yfir söguna. Og þetta segir okkur eitt, við verðum að halda í fólk sem að byggja upp samfélag. Við sjáum þetta í kringum íþróttir, við sjáum þetta í kringum menningu og margt annað. Þetta það sem gerir okkur að sveitafélagi, þetta það sem við erum stolt af. Til hamingju Baldur. Að öðru leyti vil ég nefna að Guðlaug Lewis hefur komið mjög mikið að alls konar viðburðum og einmitt þessir viðburðir eins og Baun og fleira sem að í hennar nafni en auðvitað í nafni Reykjanesbæjar fékk viðurkenningu frá úthlutun frá uppbyggingarsjóðnum að þetta ómetanlegt að hafa svona öflugt fólk og það alveg ótrúlegt fyrir þetta litla fjármagn sem að veitt samkvæmt þeim. Ég ekki að tala sem bæjarfulltrúi, ég að tala eins og þau tala við fjárhagsáætlun. Hvaða getur verið mikið líf í kringum svona hátíðir og það á ekki síst vegna þess, ekki síst vegna þess að uppbyggingarsjóðurinn hefur verið að styrkja Baun og svo eins og til dæmis Ljósanótt að þar hafa fyrirtæki komið gríðarlega sterk inn og viljum við þakka fyrir það. Takk fyrir. Orðið laust fundargerð menningar- og þjónusturáðs. Það ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls. Þau sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skifið merki. Takk hérlega fyrir. Samþykkt 11.0. Áttunda mál fundarins síðari umræða fræðslustefnu, innri fræðslu og endurmenntunar starfsfólks. Og til upprifjunar frá síðasta fundi að þetta stefna sem sett fram og gildir fyrir allt starfsfólk á öllum sviðum og starfsstöðvum sveitarfélagsins. Og tilgangur stefnunar að styrkja Reykjanesbæ sem eftirsóknarverðan vinnustað
og stuðla að hvetjandi umhverfi fyrir allt starfsfólk til að rækta hæfileika sína og þroskast í starfi. Í gegnum stefnuna lögð áhersla á að mæla þátttöku starfsfólks í fræðslu og nýta mælikvarðana til að auka aðgengi og gæði fræðslu. Stefnan skilgreinir 5 meginmarkmið en þau eru staður, stund, stuðningur, hvati og áminningur. Og markmiðin kveða á að fræðslan eigi sér stað og stund og njóti stuðnings stjórnenda. Fræðsla á að stuðla að umbótum og jákvæðum breytingum fyrir sveitarfélagið og starfsfólk þess og stjórnendur bera ábyrgð á að kynna stefnuna og innleiða sem og að tryggja að hún sé hluti af nýliða fræðslu Reykjanesbæjar. Þetta er svona megin inntakið inn í stefnunni. Orðið laust. Það var engin kveðið sér hljóðs og við göngum þá til atkvæða þau sem samþykkja fræðslustefnu innri fræðslu og endurmenntunar starfsfólks 2025 til 2028 eru beðin að gefa merki og stefnan samþykkt 11-0. Og áfram höldum við og rúllum í 9. mál sem ber yfirskriftina Gjaldskrá Reykjanesbæjar 2026. Almennt og heilt yfir þá gjaldskrá Reykjanesbæjar sambærileg við fyrri ár þar sem gjaldskrá breytt til hækkunar. Þar eru liðir að hækka að jafnaði í takti við verðlagsbreytingar eða 4%. Á þessu eru undantekningar, bæði þar sem breytingin undir eða yfir 4% og gildir það aðalega þar sem breytingar 4% höfðu valdið því að gjöld stæði í krónutölum og aurum. Má það til dæmis nefna dagsektir á fullorðinsbækur hérna í bókasafninu. Þar hækkar 6,67% og þá að fara úr 30 krónum í 32 krónur. Öll gjöld sem tengjast úrgangshirðu eru óbreytt í gjaldskráni að þessu sinni og sama má segja útsvarshlutfall og fasteignaskatta að undanskildum fasteignaskatti á íbúðir og hesthús. En þeir skattar lækka 8% eða úr 0,25 af fasteignamati í 0,23. Orðið laust gjaldskrá Reykjanesbæjar 2026. Það enginn sem hefur hvað til hljóðs. Þau sem samþykkt geta gjaldskrá Reykjanesbæjar 2026 vinsamlega gefið merki. Gjaldskráin samþykkt 11-0. Og þá nú komið að síðasta en alls ekkert sísta dagskrárlið þessa fundar, fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2026 til 2029, síðari umræða. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, formaður bæjarráðs, mun hefja umræðurnar og fara yfir breytingar sem hafa átt sér stað á áætluninni frá fyrri umræðu. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Þar sem Kjartan Már bæjarstjóri gat því miður ekki verið með okkur í dag sökum veikinda, þá kemur það í minn hlut að fylgja hér eftir þeim breytingum sem orðið hafa á áætluninni á milli fyrir og síðari umræðu hér í bæjarstjórn. Þar ber helst að nefna að á milli funda var unnið með nákvæmari hætti af fjárfestingum. Fjárfestingum bæjarsjóðs sem eru 850 milljónir króna á næsta ári sem skiptist niður á áframhaldandi uppbyggingu í Myllubakkaskóla og Holtaskóla og aðra framkvæmdir á húsnæði eigu sveitarfélagsins og skólalóða þessara skóla. Eins gert ráð fyrir að byggingu Drekadals verði lokið núna á fyrri hluta árs 2026. Breytingar annars í fjárhagsáætluninni á milli umræða eru 4 og þær eru fjármagn var sett í aukaferð almenningssamgangna á morgnana upp að fjárhæð 14 milljónum króna til að mæta þeirri þjónustuskerðingu sem Vegagerðin boðaði hér í landsbyggðaakstri. Fjármagn var sett í ferðir almenningssamgangna á sunnudögum að upp að 8 milljónir króna til að auka við þjónustu innanbæjarvagna og keyra þá sunnudögum sem við höfum ekki gert hingað til. Fjármagn var sett í árshátíð starfsfólks Reykjanesbæjar að upphæð 8 milljónum króna og fjármagn var tryggt til að fjölga kjörstöðum í sveitarstjórnarkosningum í 3 og það að upphæð 2,5 milljón. En aðra breytingar hafa ekki orðið en bæjarstjóri fór vel yfir áætlunina hér á síðasta fundi og því hef ég lokið yfirferð á þeim breytingum sem hafa orðið á milli umræðu.
Takk fyrir. Orðið er laust um fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2026-2029. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Í byrjun vil ég þakka bæjarstjóra, sviðsstjórum og öðru starfsfólki sem komið hafa fjárhagsáætlun, kynningum og fleira fyrir frá okkur í minnihlutanum og þetta er yfirleitt hápunktur, þetta er yfirleitt mikil vinna og er ekki síður fjármálasviðið undirlagt væntanlega að vinnu þegar að þetta er. Þráttur að við höfum gagnrýnt ákveðin vinnubrögð að þá ber að þakka það sem vel er gert. Ég var nú að brosa því áðan að við ákvaðum að samþykkja gjaldskrá, bara þannig að það sé sagt hér að við erum svo margbúin að segja að við erum að sjálfsögðu ekki samþykkt að hækka fasteignaskatta á fyrirtæki umfram verðbólgu, en gjaldskráin sé slík að við gerum ekki athugasemdir við hana, enda er hún mjög viðamikil og bara ærir óstöðan að vera með eilífar bókanir varðandi fasteignaskatta. Það er margt gott í fjárhagsáætlun. Það er virkilega gott, ánægjulegt, að loksins hafa laun sviðsstjóra og bæjarstjóra farið eða er núna á pari við það sem gerist á almennum markaði. Sú sem hér stendur hefur komið að mjög mörgum kjarasamningum sem eru búin að vera í gangi. Og það verður að segjast eins og að lægstu laun, mér varð ekki svona mikið það er ekki það, að lægstu laun hafa hækkað gríðarlega og það verður orðið til þess að launavísitalan hefur hækkað mikið. Það er ánægjulegt að leikskólinn í Drekadal verður hugsanlega eflaust, eða við reiknum með því, verður tekin að fullu í notkun á árinu. Það er fagnaðarefni að félagsmiðstöðvar í hverfi Reykjanesbæjar að það er búið að opna 2 og það er orðið að veruleika og komið í fulla rekstur. Og þetta var eitthvað sem allir stjórnmálaflokkar voru með á sinni stefnuskrá og er ánægjulegt. Það er gott að fasteignaprósent á íbúðarhúsnæði lækkar um 0,02% stig. Þannig að hækkun á fasteignaskatti er bara í samræmi við spár verðbólgu. Þráttur að auðvitað viljum við alltaf sjá þetta lækka. Og að okkur sýnist, það er nú dálítið ruglingsleg gögnir varðandi fjárfestingar, en okkur sýnist að framkvæmdir, og höfum heyrt það hjá sviðsstjórum, að framkvæmdir við gangbrautir og innviði tengda í Ásakverjunu eru á áætlun. Og eins að búnaðarkaup til fimleikadeildarinnar upp á 5 milljónir verða að veruleika, sem er búið að vera mikið baráttumál. Það er auðvitað margt annað inni og myndi æra óstöðan að fara að telja allt upp, en það er auðvitað margt annað inni. Við höfum ekkert sérstaklega fjallað um framtíðaruppbyggingu, en það þarf samt og er ekki í bókun okkar, en ég flagga því hér að fjárfestingaáætlun til 2029 gerir ekki ráð fyrir neinni uppbyggingu á íþróttasvæði. Þannig að það sé sagt, en við vitum að það er mikil vinna búin að vera í gangi og vonandi verður þá breyting á fjárfestingaráætlun á næsta ári. En það eru hlutir sem við getum ekki samþykkt. Við vorum með bókun fasteignaskatt á fyrirtæki, að þau væru að hækka að lágmarki, eða okkur sýnist í hverfunum, samkvæmt Byggðastofnun eða skýrslu þaðan og HMS, rúmlega 11%, en tekjur sveitarfélagsins af fasteignasköttum fyrirtækja er að hækka 15,4%. Það er raunlækkun á stuðningi við íþróttafélögin, snýr að íþróttastjórum, fjármálastjórum og síðan rekstrarsamningi, þar sem að er að ræða 3% hækkun, en kostnaðarliðir allir í fjárhagsáætlun gera ráð fyrir rúmlega 4% hækkun vegna verðbólguspár. Þannig að þetta er þá raunlækkun miðað við það.
það nú sorglara en tárum taki að nefna bókasafnið. Að það ekki það að við séum þetta á heilanum, það bara hreinlega þannig að þetta átt að skila sparnaði í mannahaldi en það hækkar töluvert mikið launakostnaðurinn. Þrátt fyrir aukningu opnunartíma og eitthvað annað menn geta falið sér bak við þetta átt að vera lækkun og þá hefur maður haldið allan að myndi standa í stað ef það myndi verða meiri þjónusta. Nei, hækkar mikið. Við náðum ekki að ljúka við Myllubakka Holtaskóla sem eiginlega bara sorglegt. Stórt mál að Keflavík í bestu deild karla fær ekki nema að grátbiðja og það algjörlega óvíst að fá heimild til undantekningar að fá að spila heimaleiki sína í bestu deild og það eru minni, það er svolítið sérstakt, það eru minni kröfur til bestu deildar kvenna. Þær eru með sömu kröfur og lengjudeildin og við stóðumst þær kröfur en náum ekki að standast kröfur í bestu deild og það er ekki reiknað með að aðstæðan verður bætt þannig að það gangi upp. Bara að minna að við bókum í bæjarstjórninni að það átti að leggja virkilega mikið í almennt viðhald á völlum og aðstöðu hjá þessum aðilum en það varð ekki úr og kannski hægt að segja skiljanlegt en það ekki endalaust fjármagn en þarna vil ég bara flagga því. Það líka að við töldum að við hefum verið búin að samþykkja bakvarðarsveit í leikskólum til að koma í veg fyrir lokanir vegna veikindi eða manneklu sem við náðum ekki inn og síðan eru áhyggjuefni ákveðnar forsendur sem við sjáum. En ég fór svona hratt yfir bókun og bætti örlitlu við en samkvæmt venju þá á ég að lesa upp bókun sem við leggjum fram, Sjálfstæðisflokkur og umboð og með leyfi forseta þá les ég hana hér upp. Hærri skattar, litlar fjárfestingar, vanáætlaður rekstur. Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2026 liggur nú fyrir til samþykktar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og umboðar samþykkja hana ekki í heild sinni en sitja hjá þar sem hún inniheldur nokkur atriði sem við styðjum og höfum lagt sérstaka áherslu á. Ég ætla aðeins að stoppa hérna. Ég ætla að minna á vegna ummæla sem hafa verið höfð hérna að við samþykkjum aldrei fjárhagsáætlanir. Bara síðast 2024 fyrir fjárhagsáætlun þá að það var samþykkt af Sjálfstæðisflokki. Bara þannig að þessi sagt. Við styðjum meðal annars eftirfarandi atriði og þetta svona í punktum, þannig að ég les bara hvert punkt er ekki í fyrsta lagi eða öðru lagi að hætti Jón Baldvins, heldur bara punktar. Þá er það fyrsti punktur. Í júní 2025 var gerður samningur við síðstjóra og bæjarstjóra 10% lækkun launa sem tekur gildi í heild rekstrarárið 2026. Það eru auðvitað tekið gildi en við erum að tala heildarárið. Laun stjórnanda munu framvegis fylgja hækkunum kjarasamninga fagstétta í stað vísitölutengingar en vísitölutenging hefur þegar skilað 26,8% hækkun á þessu kjörtímabili samkvæmt launavísitölu langt umfram þróun á almennum vinnumarkaði. Næsti punktur. Gert ráð fyrir að leikskólinn Drekadalur verði loks tekinn í fulla notkun árið 2026. Það jákvætt þótt Samfylkingin hafi lofað opnun vorið 2023 fyrir síðustu kosningar. Félagsmiðstöðvar í hverfum Reykjanesbæjar sem flest framboð lofuðu eru orðnar að veruleika að hluta. Fasteignaprósenta á íbúðarhúsnæði lækkar 0,02% stig sem þýðir 4,1% hækkun fasteignaskatts. Þetta ekki í samræmi við okkar markmið en fellur innan spár verðbólgu. Framkvæmdir við gangbrautir og innviði tengda Ásahverfi og svo að lokum búnaðarkaup til fimleikadeildarinnar verða 5 milljónir 2026. Við getum ekki samþykkt eftirfarandi. Tekjur af fasteignasköttum til fyrirtækja hækka 15,41% sem dregur úr samkeppnishæfni og fjárfestingargetu atvinnulífsins. Raunlækkun á stuðningi við íþróttafélög vegna launa og rekstrarsamninga við knattspyrnuvelli, Keflavíkur og Njarðvíkur. Launakostnaður bókasafns Reykjanesbæjar hækkar 37%, rúmlega 30 milljónir á milli áætlana 25 og 26, þrátt fyrir að flutningu safnsins í Hljómahöll
hafi átt að skila sparnaði vegna samlegðaráhrifa. Ekki verður lokið við framkvæmdir Myllubakkaskóla og Holtaskóla árið 2026 þar sem kostnaður hefur farið langt fram úr áætlun með hliðsjón af byggingavísitölu. Of litlu fjármagni er varið í að bæta aðstöðu á knattspyrnuvöllum Keflavíkur og Njarðvíkur. Óvíst er hvort Keflavík fái heimild til að spila í bestu deild karla. Njarðvík leikur í bestu deild kvenna og þar þarf að bæta aðstöðuna verulega. Í september 2025 bókaði öll bæjarstjórnin mikilvægt þess að ráða strax í þessa uppbyggingu. Ekki er gert ráð fyrir bakvarðasveit í leikskólann til að koma í veg fyrir lokanir vegna veikinda og manneklu þrátt fyrir samþykkt bæjarstjórnar þar Tekjur, laun og annar rekstrarkostnaður hafa árabil farið langt umfram áætlanir og ekkert bendi til þess að þetta breytist 2026. Fjölmargir málaflokkar eru vanáætlaðir eins og sjá má af kynningum sviðsstjóra og fjárfestinga áætlunum. Og svo að lokum forsendur og áhyggjur. Framlög frá jöfnunarsjóði verða 300 milljónum hærri 2026 en 2025. Launakostnaður sveitarfélagsins áætlaður að hækka 8,6%. Annar rekstrarkostnaður lækkar samkvæmt áætlun 1,1 milljarð fyrst og fremst vegna hjúkrunarheimilis. Það vegna þess að tekjurnar hækka og gjöldin hækka, þannig að við viljum auðvitað gæta samræmis þarna. Sanngirnishalla þegar ég segja þeim. Sjálfstæðisflokkurinn og umboð telja almennan rekstrarkostnað verulega vanáætlaðan. Vinna við fjárhagsáætlun hófst seint á þessu ári og bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og umboðar voru einungis boðaðir á einn fund. Á fyrra ári voru fundir fjölmargir. Ábyrgð á þessari fjárhagsáætlun liggur því alfarið hjá meirihluta Samfylkingar, Framsóknar og Beinna leiðar. Við vonum að sá meirihluti sem tekur við eftir sveitarstjórnarkosningar vorið 2026 tryggi vandaðri, gagnsærri og faglegri vinnu við fjárhagsáætlanir bæjarins og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki og Margrét Þórarinsdóttir, umboð. Kæra þakkir. Orðið laust fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar. Halldóra Fríða Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, það eru hér nokkur atriði sem mig langar sérstaklega að ávarpa áður en ég fer svona í það sem ég ætlaði mér að segja fjárhagsáætlunina í heild sinni. Bara til að hafa allt á hreinu þá erum við, af því að hér var talað félagsmiðstöðvarnar, að við erum með eiginlega 4 félagsmiðstöðvar. Við erum með í Akurskóla og Stapaskóla, við erum með í Háaleitaskóla og svo erum við með 88 húsið. Varðandi athugasemd sem kom hér það að ekki væri gert ráð fyrir fjármagni í uppbyggingu á íþróttasvæðum, að þá vinnan við afreksbrautina enn í fullum gangi og eins og áður áætlað að tekjur sem fara af Akademíureit sem annars vegar sala á húsnæði og hins vegar innviða og byggingaréttargjöld af verkefni sem að þar stendur til og hefur verið í undirbúningi og kynningu núna stendur til að fara í, að það fjármagn verður sannarlega nýtt í uppbygginguna þannig að við treystum grunninn þannig að við nýtum það í þessa gríðarlega miklu uppbyggingu. Hér var aðeins farið inn á framlag til íþrótta- og tómstundamála og mér finnst rétt að benda á það að það framlag hefur frá árinu 2018 hækkað úr, hér íþrótta- og tómstundafulltrúi reyndar í salnum, hérna vona ég sé að fara alveg, held ég sé með hárrétt mál hér, úr 7% í rúmlega 9% og við erum að nálgast landsmeðaltal. Ég er virkilega stolt af aukinni þjónustu. Ég veit kostar meira en það eru gerðar kröfur til okkar og það eru líka verkefni sem færast frá ríki til sveitarfélaga sem eru oftar en ekki vanfjármögnuð. En ég er bara mjög stolt af þeirri þjónustu sem við veitum okkar íbúum.
það stóð ekki til að ljúka við endurbyggingu á Myllubakkaskóla og Holtaskóla á næsta ári, þannig að við erum bara að fylgja áætlun varðandi það. Þannig að það er ekki rétt að gagnrýna að þeirri uppbyggingu ljúki ekki á næsta ári af því að það var aldrei í þeim áætlunum sem nú leggja fyrir. Heldur og það sést bersýnilega í gögnum undir stjórn Eignasjóðs bara á öllum þeim fundum sem þar hafa verið haldnir. Varðandi það að mæta kröfum KSÍ að spila í bestu deild bæði í kvenna og karla knattspyrnu að þá stendur yfir vinna eignaumsýslu með fulltrúum félagana til þess að tryggja það að við spilum á öllum sem að hafa uppfyllt það sem að þarf, hvort sem það er á samkvæmt undanþágureglum eða ekki. Varðandi það að vera ekki með fjármagn í bakvarðasveit í leikskólum, þá tók bæjarráð á sínum tíma ákvörðun það að setja ekki veikindapott sérstakann, heldur að heimsækja stöðuna með mjög reglulegu millibili á 9 ári og setja þá bara fylgjast vel með þeim aðstæðum sem þar koma upp. Og varðandi vinnu við fjárhagsáætlunina þá voru gerða breytingar líka í upphafi að við færðum sviðsstjórum mjög skýran ramma af því sem við vildum fá frá þeim inn í vinnuna og tókum alla vinnuna inn á bæjarráðsfundi. Þannig að kynningar sviðsstjóra fór ekki fram á sérstökum laugardagsfundi eða eftir vinnu eins og við höfum gert, heldur fóru þær fram inn í bæjarráði. Þannig að þar voru við öll, ég man ekki betur en svo. Og síðan voru við sannarlega með einn laugardagsfund og þar mætti fulltrúar frá öllum framboðum. Þannig að þetta var kannski bara voru þau svör sem ég langaði að koma sérstaklega inn á eftir umræðu bæjarfulltrúa Margrétar fjárhagsáætlunina. En síðan vildi ég segja fjárhagsáætlunina sjálfa að fjárhagsáætlunin sem liggur hér fyrir sýnir að rekstur Reykjanesbæjar er á traustum grunni. Reksturinn er jákvæður öll árin 2026 til 2029, tekjur vaxa og við sjáum jákvæða þróun í eigið fé og stöðugleika í rekstrinum. Þetta er mjög mikilvægt. Þetta sýnir að það hefur tekist að halda aga hér í fjármálum á sama tíma og verkefni sveitarfélagsins fjölgar og íbúum fjölgar einnig hratt. Það er einnig sterk merki í þessar áætlunum að fjárfestingar innviðu sé að skila sér þar sem afskriftir hækka. Segir okkur að séum að byggja upp eignir í skólum, leikskólum, samgöngum og þjónustu og þetta er fjárfesting inn í framtíðina og í gæðum fyrir íbúa. En við getum hins vegar ekki unnið með þær áskoranir sem við höfum gengið í gegnum án þess að gera lítið úr því jákvæða sem blasir hér við. Þannig nálgumst við verkefnið með ábyrgð, raunsæi og trúa því að hér getum við gert vel. Að þessu sögðu vill meirihlutinn leggja fram bókun. Meirihluti bæjarstjórnar lýsir yfir ánægju með fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árin 2026 til 2029 sem lögð fram hér í dag. Áætlunin er afrakstur umfangsmikillar og markvissrar vinnu sem byggir á ábyrgri fjármálastjórn, skýrri forgangsröðun og traustum rekstri. Hún tekur jafnt tillit til þeirra áskorana sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir og þeirra fjölmörgu tækifæra sem skapast við áframhaldandi fjölgun íbúa, vöxt og innviðauppbyggingu, bæði til hagsbóta fyrir íbúa og til að tryggja öflugt fjölbreytt atvinnulíf. Heilbrigður rekstur staðfestur í 9 mánaða uppgjöri. Árshlutareikningur fyrstu 9 mánaða ársins staðfesti sterkan og stöðugan rekstur, þrátt fyrir að tekjur sé ekki háar með við hraða íbúafjölgun og umfang framkvæmda. Takk. Jákvæð rekstrarniðurstaða, framlegð yfir settu viðmiði og veltufé frá rekstri sem gerir kleift að ráðast í fjárfestingar styðja það skýrt. Upphafleg áætlun gerði ráð fyrir 314 milljóna króna jákvæðri niðurstöðu á tímabilinu en hún er 883 milljónir. Á sama tíma höfum við fjárfest fyrir 4,5 milljarð króna. Þetta staðfestir að við höfum sýnt aðhald í rekstri leið og við fjárfestum að krafti í innviðum til framtíðar. Jákvæð staða og stöðugur grunnur.
Fjárhagsáætlun ársins 2026 gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu A-hluta upp á 209 milljónir króna og 1710 milljónir króna í samstæðunni. Tekjur samstæðunar eru áætlaðar 43,9 milljarðar og framlegðin áfram stöðug og góð. Rétt eins og undanfarin ár meginmarkmiðið að tryggja að gjöld fari ekki umfram tekjur, þrátt fyrir auknar skyldur sveitarfélaga, aukna þjónustu, viðhald fasteigna og innviðauppbyggingu. Lögð sérstök áhersla á að mæta hækkun fasteignamats án þess að skerða grunnþjónustu með því að halda áfram að lækka álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði úr 0,25% í 0,23% samhliða því að auka þjónustu við íbúa og halda rekstrarlegum stöðugleika. Á undanförnum 9 árum hefur þessi meirihluti lækkað álagningarhlutfall A-skatts úr 0,36% í 0,23%. Einnig höfum við lækkað C-skatt atvinnuhúsnæðis úr 1,65% í 1,45%. Fjárfestingaáætlun fyrir ört vaxandi bæ. Reykjanesbær áfram meðal þeirra sveitarfélaga sem vaxa hvað hraðast og fjölgar nær 1000 íbúa á ári. Slíkur vöxtur krefst skýrrar stefnu, öflugrar fjárfestingaráætlunar og markvissrar forgangsröðunar sem styrkir grunnþjónustu og hefur jákvæð áhrif á daglegt líf íbúa. Verkefni og fjárfestingar á árinu 2026 endurspegla forgangsröðun meirihlutans og stefnu Reykjanesbæjar. Á árinu 2026 verður meðal annars unnið eftirfarandi. Að ljúka við byggingu leikskólans Drekadals fyrir 120 börn á fyrri hluta árs. Halda áfram endurbyggingu og stækkun Myllubakkaskóla og Holtaskóla og koma skólastarfi inn í byggingarnar á næsta skólaári. Vinna áfram með endurbótum í leikskólanum Velli og Heiðarseli. Hefja vinnu við 3. áfanga Stapaskóla. Hefja vinnu við stækkun leikskólans Skógarás. Rífa Garðasel og hefja undirbúninga endurbyggingu nýs leikskóla í Heiðarhverfi. Sinna viðhaldsverkefnum í fasteignum sveitarfélagsins fyrir hátt í hálfan milljarð króna. Hanna ný mannvirki, þar á meðal mennta- og íþróttamannvirki, auk breytinga vegna sameininga dagdvala á Nesvöllum. Opna nýtt 80 rýma hjúkrunarheimili við Nesvelli í upphafi árs. Efla félagsþjónustu og sérhæfð stuðningsúrræði með sérstakri áherslu á þjónustu við börn og barnafjölskyldur. Vinna áfram að 3 ára átaksverkefni sem fækkar börnum á biðlista eftir athugun sálfræðinga. Innleiða nálgun heillaspora í grunnskóla til að styðja við farsæld nemenda. Fjárfesta áfram í okkar öfluga menningar, íþrótta og tómstundastarfi. Styrkja viðburði og hátíði bæjarins, hækka frístundastyrki og þjálfarasamninga og vinna áfram í íþróttahreyfingunni að því að styrkja rekstrargrundvöll þeirra. Vinna áfram að uppbyggingu framtíðarverkefna á borð við Akademíureitin og afreksbrautina. Bæta umferðaröryggi og flæði með nýjum hringtorgum á Njarðarbraut við Grænás og Bergás. Bæta við akstri strætó og sunnudögum. Fjölga kjörstöðum úr 1 í 3 fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Áherslan skýr. Að halda áfram að byggja upp öflugt, fjölskylduvænt samfélag þar sem börn, velferð íbúa og aðgengi að þjónustu eru í forgrunninni. Og hér að lokum, ábyrg og framsækin fjármálastjórn. Frá upphafi kjörtímabilsins hefur meirihlutinn lagt áherslu á aga í rekstri, langtíma sýn og skýra forgangsröðun. Fjárhagsáætlunin endurspeglar þessi gildi og tryggir áfram stöðuleika á sama tíma og byggt upp af miklum krafti fyrir ört stækkandi samfélag. Meirihlutinn stoltur af þeirri vinnu sem hefur verið lögð í áætlunina og þakka bæjarstjóra, fjármálastjóra, sviðsstjórum og starfsfólki fyrir vandaða vinnu. Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2026 til 2029 ber vott trausta fjármálastjórn, framsækna uppbyggingu og sameiginlega framtíðarsýn. Með samþykkt hennar tryggjum við áframhaldandi góðan rekstur, öfluga innviði og þjónustu sem mæti þörfum íbúa í dag og til framtíðar. Meirihluti Framsóknar, Samfylkingar og beinna leiðar samþykki fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2026 til 2029 með stolti. Orðið laust fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir.
Já, við erum hér í síðari umræðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2026. Eðli málsins samkvæmt verið að úthluta fjármunum íbúa Reykjanesbæjar til hinna ýmsu verkefna. Sum eru lögbundin og sveitarfélaginu skylt að veita þá þjónustu, önnur nauðsynleg viðhaldsþjónusta og svo önnur valkvæð verkefni. Þetta gerir vinnu við fjárhagsáætlun að vandasömu verkefni. Að þessu sögðu sérstakt að einungis einu sinni voru allir bæjarfulltrúar boðaðir til þátttöku í þessari ábyrgðarmiklu og vandasömu vinnu. En allt eiga þetta vera verkefni sem eru til þess fallin að gera það fýsilegt og að góðum kosti að velja að búa í Reykjanesbæ. Það því mikilvægt að verkefni séu valin af kostgæfni og vandað sé til verka í einu og öllu. Við í Reykjanesbæ höfum lengi getað státað okkur af góðu skóla, íþrótta og tómstundastarfi. Nú staðan sú hvað varðar ýmis íþróttamannvirki að við erum ekki lengur samkeppnishæf við önnur sambærileg sveitarfélög. Þó það hafi verið unnið að ákveðinni framtíðarsýn uppbyggingu íþróttamannvirkja undanfarin misseri, þá staðan samt sú að ekki fyllilega ljóst hvort við eigum íþróttamannvirki sem fylla kröfur í efstu deild knattspyrnu, svo dæmi sé nefnt, sem jú vinsælasta boltagrein á landinu og þó víða væri leitað. Sú þéttingarstefna á byggð sem nú skapar áskoranir í umferðarmálum sem kallar á að finna þarf heildarlausn á umferðarflæði og umferðaröryggi, sem kostnaðarsamt en krefst líka þess að menn hugsi það í heildarsamhengi. Þá leysa plástrar hér og þar ekkert í þeim efnum. Við hér í Reykjanesbæ höfum ekki farið varhluta af viðhaldi opinberra bygginga. Þar hafa miklar og dýrar framkvæmdir við skólahúsnæði verið okkur erfiðar. Þegar svona atvik koma upp, þarf að hafa kjark og dug til að taka ákvarðanir þar sem farið sem best með fjármuni bæjarbúa og hraði á verkum sé sem mestur. Þegar að ræða skólahúsnæði, þá erum við ekki eingöngu að tala starfsaðstöðu þeirra sem þar vinna, heldur að ræða börnin okkar framtíð. Við hljótum að vilja að minningar okkar barna úr skólum séu þess eðlis að hérna vilji þau láta sín börn ganga í skóla í framtíðinni. Það tryggir okkur blómlegt og uppbyggilegt sveitarfélag. Það ekki það sem við viljum? Nú liggur fyrir fjárhagsáætlun þar sem við erum ekki að klára skólana og hér hafi nú komið fram að það hafi ekki verið á áætlun en þetta hefur samt tekið óratíma hjá okkur. Ekki að koma íþróttamannvirkjum á þann stað sem við þurfum til að geta verið samkeppnishæf og ekki erum við að tryggja fjármagn til uppbyggingar gatnakerfisins til að mæta þeim áskorunum sem þar eru. Það afar mikilvægt þegar fjármagn takmarkað að vandað sé til verka í alla staði. Ekki sé farið á stað í verkefni fyrr en þau eru full fjármögnuð og að verkáætlanir liggi fyrir. Það gríðarlega mikilvægt, svo ekki þurfi að stöðva eða hægja á framkvæmdum, því það hefur í för með sér verulegan kostnaðarauka og eðli málsins samkvæmt lengir verktíma til muna. En þetta því miður staða sem Reykjanesbær hefur verið í undanfarið. Það ábyrgð kjörinna fulltrúa sem fara með stjórn sveitarfélagsins að taka ákvarðanir hvaða verkefni skal farið í og forgangsröðun þeirra. Það líka þeirra ábyrgð að grípa inn í ef verkefni ekki að fylgja kostnaðaráætlun, greina hvað veldur og grípa til viðeigandi ráðstafana strax. Það hefur ekki verið gert þegar verkefni fara langt fram úr kostnaðaráætlun.
Í þessu hefur sitjandi meirihluti því miður brugðist. Bestu þakkir og orðið laust fjárhagsáætlun. Helga María, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og bæjarfulltrúar, langar aðeins að leggja orð í belg varðandi metnaðarfulla fjárhagsáætlun, en ég tel að hún byggja á skýrri forgangsröðun, gagnsæi og góðri þjónustu við íbúa. Rekstrarafkoman áætluð 10% sem sýnir að við stöndum undir daglegum rekstri, fjárfestum skynsamlega og tryggjum svigrúm til að bregðast við óvissu. Áherslur ársins 2026 endurspegla samfélag sem vill styðja við börn, ungmenni og eldri borgara með því að efla skóla og velferð ásamt því að styrkja innviði. Við erum að mæta mörgum þeim áherslum sem komu frá sviðsstjórum og starfsfólki sviðana. Við höldum áfram með nauðsynlegar framkvæmdir við Myllubakkaskóla og Holtaskóla og gerum ráð fyrir að nemendur Holtaskóla geti farið þar inn næsta haust. Til að stikla á stóru með það sem ég sérlega ánægð með, þá munum við ljúka byggingu leikskólans Drekadal og fullnýta hann með 120 börnum næsta haust. Við ætlum einnig að halda áfram að efla sérhæfð námsúrræði og stytta biðlista eftir greiningum barna, halda áfram að styrkja félagsmiðstöðvarnar, hækka frístundastyrki og styðja áfram við öflugt íþrótt- og tómstundastarf. Við bætum við 2 stöðugildum á velferðarsvið og ætlum að sameina dagdvalir aldraðra á Nesvöllum sem skapar möguleika til að nýta húsnæði selsins í aðra þjónustu velferðarsviðs. Við erum líka að bæta öryggi í upplýsingatækni, fjárfesta í menningu og viðburðum og ekki síst listaverkum og glerugum fyrir sólmyrkva sem mun skapa skemmtilega upplifun sérstaklega fyrir börnin okkar næsta sumar. Það sem ég finnst sérlega gott sem aðalfulltrúi í umhverfis- og skipulagsráði að við gerum ráð fyrir hönnun og framkvæmd á nýju hringtorgi við Grænás og Njarðarbraut. Við bætum við strætóakstur á sunnudögum og leggjum aukna áherslu á umferðaröryggi og samgöngumál á næsta ári. Þetta ætlum við allt að gera á sama tíma og við lækkum álagningarhlutfall fasteignaskatts úr 0,25% í 0,23% sem 8% lækkun á gjaldskrá. Það skýr sýn á að létta álögur þar sem við getum, samhliða því að verja grunnþjónustu og styrkja nauðsynlega innviði. Að mínum mati byggir áætlunin á skýrri forgangsröðun fyrir börn og fjölskyldur með áherslu á heilsu og öryggi og skóla og innviði, en þetta eru grunnstoðir sem skapa velferð fyrir alla íbúa. Að lokum, þá ég ánægð með þessa fjárhagsáætlun og ég skal glöð taka ábyrgð á henni. Við erum að sýna ábyrgð og við styrkjum mikilvæga málaflokka án þess að ganga of nærri íbúum. Ég hvet alla bæjarfulltrúa til að samþykkja áætlunina og taka áfram höndum saman að byggja upp traust og gott samfélag. Bestu þakkir. Orðið laust fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2026. Margrét Þórarinsdóttir fyrst og svo Margrét Sanders. Bara þið með slást þetta. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, mér langar að koma hér upp og taka undir með bæjarfulltrúa Alexandri Ragnarsyni. Mér langar aðeins að leggja eitt til málanna hérna. Það olli mér miklum vonbrigðum að velferðarsviðið ekki styrkt betur og í þessari fjárhagsáætlun því miður. Og nú tala meirihluti að styðja við börn og barnafjölskyldur og stytta biðlista. Í ljósi þessa þá ætla ég að koma með eftirfarandi bókun. Umboð vill leggja áherslu á að velferðarmál í Reykjanesbæ standa höllum fæti þar sem einungis 14% skatttekna renna til þessa málaflokks. Þetta verulega lægra hlutfall en hjá sambærilegum sveitarfélögum og endurspeglast nú í auknum biðlistum, manneklu og áskorunum í þjónustu við börn og fjölskyldur. Á fundi með velferðarsviði kom fram að sviðið óska eftir fjárveitingum til að mæta raunverulegu þörf í þjónustu, þar á meðal fjármagni til málstjóra í barna- og fjölskylduteymi, aukin framlags í aðkeyptri sérþjónustu, innleiðingar á vináttuþjálfun og uppbyggingar úrræðis fyrir skammtímavistun fyrir fötluð börn.
Þessar óskir komu frá sérfræðingum sem bera ábyrgð á þjónustunni og byggðu á skýrum gögnum eftirspurn, biðtíma og aukna þarfagreiningu. Þrátt fyrir það voru engar þessar fjárveitingar teknar inn í drög af fjárhagsáætlun 2026 til 2029. Umboð telur að það sé áhyggjuefni að sveitarfélagi fjármagni ekki þær aðgerðir sem sérfræðingar telja nauðsynlegar til að koma í veg fyrir frekari uppsöfnun vandamála. Það rétt að velta fyrir sér hvaða kostnaður það muni valda sveitarfélaginu til lengri tíma að fjárfesta ekki í snemmtæku þjónustu, forvörnum og styrkingu barna- og fjölskylduþjónustu. Við ítrekum mikilvægi þess að fjárveitingar til velferðarmála verði endurskoðaðar með þarfir íbúa að leiðarljósi og að sveitarfélagi móti áætlun sem stendur undir þeirri þjónustu sem lög og samfélagslegar kröfur gera ráð fyrir. Ég óska að þetta verði bókað. Takk fyrir. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Mig langar aðeins bara að ítreka það sem kom fram í bókuninni og það erfitt að vera með andsvar við ákveðnum bókunum því að verið að hlusta að það verið að heyra þetta í fyrsta skipti og stundum misheyrist fólki, stundum misskilur það og svo framvegis. En það kemur fram, ég held að við höfum verið með það í fyrra líka með félagsmiðstöðvarnar að Háaleitiskóli var komin með félagsmiðstöð í skólan sinn og tókst vel og tekst vel, en það eru tvær bara þannig að þeir sem eru að hlusta að það verið að opna tvær til viðbótar og það það sem við erum að fagna og erum samþykkt. Varðandi fjárfestingaráætlunina að þá kemur það ekki fram og ég nefndi að mér í minni sanngirni að það verið að undirbúa eflingu íþróttasvæða og það verið að hugsa ákveðið fjármagn frá afreksbraut en það ekki í framtíðarfjárfestinga áætlun. Punktur. Það þannig. Þá komum við að ljúka ekki við endurbyggingu Holta og Myllubakkaskóla. Við skulum athuga það að Myllubakkaskóli, þetta verður 7 ára saga skólans. Þetta frá 22 sem þessi vinna hefur verið. Árið 2022 þá bókuðum við sjálfstæðismenn og umboð var einnig með bókun, en við bókuðum sérstaklega þar sem að áætlun enduruppbyggingu átti að kosta 4 milljónir, það æðislegt, 4 milljarða og undir því stóð, sérstaklega skal tekið fram að lóðaframkvæmdir eru ekki inn í þessari tölu. Þetta voru sett að 3 milljarðar 950 og eitthvað, þannig að við sáðum kringum 4 milljarða. Ég tók saman kostnaðinn sem núna í Myllubakkaskóla, sem við ætlum ekki að eyða núna því við þurfum að fá miklu betri skýringar á. En ef maður tekur bara og verður allt of sanngjarn, sem að sjaldgæft í pólitík segja menn, en ok, við skulum bara vera mjög sanngjarn. 6,3 milljarðar eru áætlaðir núna loka framkvæmd Myllubakkaskóla, þráttur að við sitjum uppi með ákveðna skólastofur í Myllubakkaskóla sem eru litlar og við vitum það að það ekki allir bekkir sem geta verið þar. Það vegna þess að það mjög strangt varðandi stærð á ákveðnum stofum. Þær voru ekki teknar í gegnum, þær eru notaðar fyrir yngstu börnin og fámenna bekki. En endurbyggingin falleg og þetta hefur tekist mikið vel, en við skulum athuga það að þetta kom upp í 6,3 milljarðar en voru 4 milljarðar. Þegar hækkun gerð á byggingavísitölu, þannig að við séum bara að hugsa að þetta sé allt borgað bara í dag, að þessi 4 milljarðar sem átti, ég bara aðeins að nefna það var aldrei skoðað hvað myndi kosta að byggja bara skólan frá grunni í bara núverandi mynd. Bara rífa hann allan og byggja hann. Nei. Það átti bara að endurbyggja og það var ekki einu sinni skoðað kostir og gallar. Myllubakkaskóli 6,3 milljarðar. Tökum síðan þessa 4 milljarða, bætum við, sem kom ekki einu sinni fram í gögnunum að væri ekki inni, hönnuninni, bætum við og drögum frá þessum 6,3 milljónum
það sem var ekki inn í hinum megin og svo framvegis. Vinnum þetta bara þannig að við erum að bera saman epli og epli, miðað við allar eftiráskýringar sem hafa komið fram. Þá erum við að tala og hækkun byggingarvísitölu að núvirði. Það þýðir að öll uppboðin bara slengt aftast, sem ekki rétt, sko. Þá erum við að tala 700 milljónir framúrkeyrslu. Og þá búið að taka tillit til allra og ömmu þeirra, sko. Þannig að það það sem við erum að segja, að það gríðarlegt fjármagn í framúrkeyrslu í þessum verkefnum. Eigum við að nefna Drekadal? Nei. Eigum við að nefna Holtaskóla? Nei. En þetta þarf auðvitað að skýrast miklu betur og margbúið að tala hjá Eignasjóði. Það verður að segjast alveg eins og að við erum með góðan fulltrúa, deildarstjóra eignaumsýslu, sem heldur mun betur utan verkefnin og kannski það bara okkar að við höfum ekki veitt nægilegu fjármagni eða nægilegu mannskap til þess að undirbúa verkin betur, eins og það var aldrei skoðað með að byggja nýja skóla, eða að hreinlega að undirbúa teikningar og vinna þetta betur. Þannig að þá ég búin að svara því sem að tala við áðan, að við tölum að ljúka ekki með enduruppbyggingu Holtaskóla og Myllubakkaskóla vegna þess að við höfum ekki fjármagn, en það var mikil framúrkeyrsla og mikil framúrkeyrsla. Ég fagna því að bæjaryfirvöld að mæta KSÍ eða hitta KSÍ og vinna með fulltrúum félagana. Ekki heyrðum við það við könnuðum það áður, en bara gott ef að það frábært. En við skulum athuga það engin völlur í Reykjanesbæ sem uppfyllir þessar kröfur. Það verður á undanþágu. Ég kannast ekki við að ekkert fjármagn ákveðið hafi verið að setja ekkert fjármagn inn vegna Bakvarasveitar og finnst mér það miður, og þá bara það mitt að hafa bara ekki tekið nægilega vel eftir og biðst afsökunar á því. Mér finnst það sérstakt. Það hefur alltaf byrjað fjárhagsáætlun snemma, oft í ágúst eða lok ágúst, þar sem settur skýr rammi fyrir sviðsstjórana sem að þeir eiga að passa sér í kjólinn og sagt þetta rammi fjárhagsáætlun og farið svo að vinna. Í bæjarráði 23. október var bara akkurat ekkert að gögnum komið fram. Alltaf stóð í gögnum bæjarráðs að það átti síðasta mál á dagskrá fjárhagsáætlun. Fjármálastjóri var ekki einu sinni komin með allt í hendur og við vorum ekki farin að vinna, og þegar við spurðum að þessu þá var okkur sagt, já það hellingsvinna í gangi. En hvernig, þegar við reiknum með að við séum farin að fullt að vinna í fjárhagsáætlun, þá var þetta bara ekki tilbúið, það var ekkert komið fram. Við vorum ekkert farin að vinna með eitt eða neitt 23. október, bara þannig að þessi sagt, fyrir utan hennar skýra ramma sem alltaf hefur verið settur fram. Þannig að við vorum seinni núna en oft áður. Ég búin að fletta upp gögnum þannig að reyna að segja annað. Það sagt hér að rekstur sé á traustum grunni, eflaust. Tekjur vaxa á stöðuleiki í rekstri, já. Mikill stöðuleiki að handbært fé sé 0. 0 í 9 mánaða uppgjöri. Það reyndar ekki 0, þetta bókhaldsleg færsla því að við erum á yfirdrætti. Þannig að það auðvitað ekki sterkur og stöðugur rekstur. En auðvitað erum við bara búin að redda ákveðnu handbæru fé. Við erum að borga út frá HS Veitum, svo sem, eins og kemur fram í gögnum með fjárhagsáætlun, að það að vera stórauka útgreiðslu þar til þess að bæta við handbært fé hjá okkur. Varðandi lækkun á prósentu, þá erfitt fyrir hinn almenna borgara að átta sig á. Meirihlutinn kemur og segir við erum að lækka skatta. Minnihlutinn kemur og segir þeir að hækka skatta. Það einungis hægt að horfa á að því að þetta miðast í fasteignamat. Og bæjarfulltrúi Helga María talar að verið sé að lækka fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði 8,1%. Þetta rangt. Það verið að hækka 4,1%, en það þýðir, ef við erum alveg sanngjörn, að þá má alveg segja að það standi í stað vegna þess að verðbólguspáin samkvæmt fjárhagsáætlun 4,1%. Þannig að það sem verið að gera að leggja til að skattar og íbúðarhúsnæði standi í stað miðað við fjárhagsáætlun, en stórkostleg lækkun á fasteignaskatta fyrirtækja. Þannig að rétt skal vera rétt, en það rétt að prósentustigið lækkaði úr 0,25
í 0,23 sem var til þess að það varð lækkað 4% úr 8 og eitthvað í 4,1%. Og það gott og enda bara fögnum við því. Ég vona að þetta sé skýrt það sem ég sagði og ég vona að ég fari ekki með fleipur hérna og ef það leiðrétt þá óska ég eftir forseti að fá að vera í andsvari ef eitthvað svoleiðis kemur fram, annars hef ég lokið máli mínu. Kæra þakkir, Sigurrós Antónsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hér upp vegna þessa máls og sérstaklega langaði aðeins að svara bókuninni frá bæjarfulltrúa Margrétar Þórarins. Þar tala að það eiginlega allt í ból og brand á velferðarsviði og allt það, en þá langar mér aðeins að bara vísa í bókun sem við komum með hérna áðan sem að Halldóra Fríða las upp hér á eftir. En til að byrja á einu þá kom ósk frá velferðarsviði, frá barna- og fjölskylduteymi um 2 stöðugildi og því var svarað. Einnig kom ósk aukið fjármagn í aðkeypta sérfræðiþjónustu og því verið að svara. Líka nýtt fjármagn til að innleiða vináttuþjálfun og því verið að svara með þessu. Og þá langar mig aðeins að vísa bara til bókunina, virðulegi forseti, sem Halldóra Fríða kom með upp áðan og það á árinu 2026 verður meðal annars unnið að eftirfarandi. Opna 80 rými hjúkrunarheimili við Nesvelli til dæmis. Efla félagsþjónustu og sérhæfð stuðningsúrræði með sérstakri áherslu á þjónustu við barnafjölskyldur. Vinna áfram að tryggja átaksverkefni sem fækka börnum á biðlista eftir athugun sálfræðinga. Þetta bara mjög mikilvægt að því sé haldið til haga. Það verið að svara því það sem velferðarsvið óskaði eftir og mér alveg bara skylt að segja frá því sem bara formaður velferðarráðs að það verið að svara þessu. Það sem ég tók eftir í bókuninni hjá Margréti Þórarins og því ég bara hér fyrir að svara. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir. Orðið laust. Ég ætla að leyfa Halldóru Fríðu Þórhallsdóttur að koma inn upp í 3. sinn, vantilega til að svara. Kæra þakkir fyrir það, virðulegi forseti, og það bara í andsvör hér og þegar bæjarfulltrúi og formaður velferðarráðs Sigurrós kemur hér inn á það sé verið að svara að bara til að taka allan vafa af að þá að fullu fjármagnað 2 stöðugildi sem að Hera, sem sviðsstjóri velferðarsviðs, hefur til umráða hjá sér, atferlisþjálfun á heimili, vináttuþjálfun, námskeið í félagsfærni. Við erum búin að tryggja skjólinu eftir skólaúrræði fyrir fötluð börn, húsnæði. Við erum að sameina dagdvali sem skapar ákveðið tækifæri til þess að geta mætt meðal annars að farið inn í það samtal að mæta börnum. Við höfum fengið skýrslu nauðsyn þess að setja á laggirnar vistheimili barna eða neyðavistun eða slíkt. Þannig að þetta allt saman samtöl sem eru bara í fullum gangi og það ákveðin tækifæri sem skapast þarna inni. En þessi stöðugildi, þjálfun og styrking inn í þjónustu við börn og barnafjölskyldur svo sannarlega til staðar. Árið 2025 þá fækkaði börnum sem voru á bið eftir athugun sálfræðings 58. Og það ótrúlega vel að sé vikið og við höldum ótrúð áfram í það verkefni og það gert með aðkeyptri verktöku. Þannig að við erum alveg svo sannarlega hér á fullu spani að reyna að tryggja það að við veitum góða þjónustu
og það að barn bíði eftir athugun sálfræðings þýðir ekki að það sitji bara allir með hendur í skauti og gera ekki nokkuð skapaðan hlut, heldur ofboðslega virkt samtal á milli, ég þekki það bara, á milli skólaþjónustu og þeirra ótrúlegu þess ótrúlega fagfólk sem í skólanum okkar starfar að því að mæta börnum leið og áhyggju vakna. Hér var líka rætt fjárfestingar og það hvernig verkefni hafa farið fram úr þeim áætlunum sem lagðar eru fyrir í upphafi framkvæmda, eða þegar verið að taka ákvörðun að fara í framkvæmdir. Og þetta hefur verið til umræðu í stjórn Eignasjóðs sem bara akkurat hárrétti vettvangurinn til að gera það og svo auðvitað líka inn í bæjarráði þar sem að við berum ábyrgð á fjármálum sveitarfélagsins. Það sem hefur komið fram í þeim útskýringum að nú erum við búin að vera lengi í framkvæmdum og sveitarfélög hafa auðvitað verið í framkvæmdum bara frá örófi alda. Og málið bara það að hér á árum áður að þá var fjármagni úthlutað til fjárfestinga þar sem að áætlunin var alltaf þannig að það voru eingöngu verklega framkvæmdir undir og það á við þessi langtíma verkefni sem við erum búin að vera í þar sem að eingöngu framkvæmdirnar sjálfar eru undir í kostnaðaráætlun. Svo kemur svona neðanmáls og þar skýringar hafa verið vel útskýrðar á fundi með stjórn Eignasjóðs þar sem að hönnun, búnaðarkaup og annað kostnaður sem fellur á verkefnið hefur aldrei verið inn í áætlunum. Og þessu eru við bara búin að vera að breyta og þá segjum við bara við öll. Við settum á laggirnar stjórn Eignasjóðs og við ætluðum okkur að taka mjög vel utan þetta þannig að væri mikið gagnsæi og við værum með góðar upplýsingar í hverju einasta verkefni. Þannig að þetta var ný stefna sem var sett að fylgjast með kostnaði, fjölga lyklum, flokka kostnað á réttan hátt, að setja fjárfestingar undir fjárfestingar og viðhald undir viðhald en ekki þvers og kurs. Þannig að þarna erum við að bæta okkur og það svo sannarlega búið að útskýra það hvaða kostnaði var ekki í upprunalegum áætlunum þegar við erum búin að bæta honum við og uppreikna framkvæmdir út frá vísitölu, þá fáum við þær upphæðir sem við erum að vinna með í dag. En það búið að óska eftir að fá nákvæmar upplýsingar þetta allt saman og þar sem að verkefnin eru bara í miklum gangi að þá tekur bara eins lengri tíma að ná utan það en ella. En ég ennþá bara alveg verulega róleg í sjálfinu mínu að fá þessar útskýringar og skil miklu betur núna hvaða sem að við höfum ekki verið að gera en við höfum verið að tryggja að við séum að gera til þess að vera alveg vissum að það sé engin misskilningur eða að við áætlum að verkefni sé að fara eitthvað langt fram úr kostnaði og það sama á við verkefnin á þessu ári sem við settum viðauka í með Holtaskóla og Myllubakkaskóla að það voru skýringar þar á baku líka að við erum ekki á eftir á í þeim verkefnum. Við erum búin að gera svona breytingar, það var ákveðið að bjóða út og bæjarráð tók nú líka þátt í því að við myndum bjóða út smærri einingar, ekki fullnaða verkefnin til þess að ná fram hagkvæmara verði, hagstæðari verði og og þess vegna erum við komin sumstaðar lengra, sumstaðar styttra en við erum ennþá alveg í heildina innan allra marka sem við höfum sett okkur. Takk fyrir. Orðið laust. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mig langar aðeins að koma inn í þessa umræðu. Meirihlutinn gagnrýndur fyrir það að vinna of hratt í uppbyggingu leik- og grunnskóla sem kostar of mikið og svo hann líka gagnrýndur fyrir það að vera of lengi að vinna í uppbyggingu í leik- og grunnskólum. Ég ekki alveg að skilja þetta, ég átta mig ekki alveg á því hvað minnihlutinn vill að sé gert og hvernig. Reykjanesbær ræður ekki hækkun á fasteignamati en við getum stýrt í hvaða áhrif það hefur á íbúa bæjarfélagsins og það erum við að gera með því að lækka álagningarhlutfall fasteignaskatts úr 0,25% í 0,23%.
Og varðandi fjárhagsáætlunina þá langar mig bara að segja að fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2026-2029 endurspeglar ábyrgð, gagnsæi og nálgun í rekstri sveitarfélagsins og skýra sýn á það hvernig við höldum áfram að mæta fjölgun íbúa, auka þjónustu og gera bæjarfélagið okkar áfram á góðum kosti fyrir íbúa. Fjárhagsáætlunin byggir á sterkum grunni og staðfestum árangri síðustu ára. Áfram er lögð áhersla á að fjárfesta í mikilvægustu innviðum samfélagsins, leik- og grunnskólum, velferðarþjónustu og fjölbreyttu íþrótta- og menningarlífi. Meirihluti Framsóknar, Samfylkingar og Beinna leiðar hefur sýnt það undanfarin ár að hægt er að reka sveitarfélagið með ábyrgum hætti á sama tíma og byggt upp kraftmikið og fjölskylduvænt sveitarfélag. Í þágu allra íbúa ásamt því að við höfum verið að takast á við risastórar áskorunir sem hafa kostað mikla fjármuni og hafa krafist aðlögunar og útsjónarsemi. Og mér langar að þakka öllum þeim sem koma að þessari vinnu mikið fyrir og þeim metnaði sem hún endurspeglar til framtíðar og ég mun því samþykkja fjárhagsáætlun 2026-2029 með stolti. Takk. Kæra þakkir. Orðið er laust. Ég ætla að leyfa Margréti Sanders að koma upp í þriðja sinn til andsvara. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil fagna orðum Halldóru Fríðu, bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu og við erum sammála því litið til að það er verið að ná betur utanum málin. Ég skil ekki alveg uppáhaldsorð bæjarfulltrúa Díönu að við viljum annars vegar auka framkvæmdir og hins vegar minnka framkvæmdir. Ég veit ekki hvað verður að tala um. Höfum við einhvern tíma vilja minnka framkvæmdir. En auðvitað verður við eiga fyrir þeim. Það sem ég nefndi áðan var það sem að mig langar aðeins að nefna þannig að það miskilist ekki það sem ég var að segja áðan. Heildaráætlun Myllubakkaskóla, þannig ég taki þetta bara svona eins og gamli kennarinn, eru núna í 6,3 milljörðum. Það sem að ég gerði var nákvæmlega það sem að Halldóra Fríða, bæjarfulltrúi Halldóra Fríða nefndi. Ég tók í burtu hönnun. Ég tók í burtu innkaupa búnað og tækjum sem tengjast framkvæmd. Ég tók í burtu lóðaframkvæmdir og ég tók í burtu hönnun íþróttamannvirkis. Allt til þess að reyna að nálgast það að bera saman epli og epli, sem skiptir máli. En samt í upphafslegu gögnunum þá stóð að það væri 4 milljarðar og einungis vantaði lóðaframkvæmdir, en væntanlega er það vegna þess sem bæjarfulltrúi Halldóra Fríða nefndi að hönnunin er oft ekki sett inn, en samt eru menn að bera sig saman stundum með hönnun og stundum ekki og tala um að þessi ódýrasti skólar á landinu og svo framvegis af því að það er ekki allt inni. 6,3 milljarðar með frádrætti á þessu öllu gera 5, 3, 6, 8. 5,3 milljarðar og þá erum við komin að því ég er búin að draga allt þetta frá, segjum að 4 milljarðarnir sem voru áður eru bara strípaðir, bara byggingar vísindalega bætist við, það er 4,6. Þá erum við að tala um 750 milljónir sem vantar þarna á milli. 750 milljónir, það er það sem ég er að leggja áherslu á og þetta er algjörlega bara plúsir og mínusar og atriði líka sem að ég hef meira að segja gagnrýnt Reykjanesbæ þegar verið er að setja upp í byggingavísitölu, þá er ég að gera það. Ég er að færa alla upphæðina upp til dagsins í dag. Þannig að þegar að verið er að tala um að við viljum framkvæma meira en við viljum framkvæma minna og eitthvað svona, það er bara bull. Bull. Ég hef bara aldrei vitað svona, hvað er manneskjan að segja. Ég hef bara óskað eftir að þetta verið skýrt frekar, nákvæmlega, að þetta sé eitthvað óljóst. Við viljum bara framkvæmda sér stýrt betur og ég fagna orða Halldóru Fríðu þar sem að hún segir akkurat það. Það er verið að taka hlutina festu vonandi núna, en það eru mikla framkvæmdir og þetta er gríðarlega mikið verkefni. Holtaskóli, Drekadalur og Myllubakkaskóli, bara þessi 3.
Og ég er meira að segja búin að reikna líka þarna Holtaskóli sem erfiðara þegar búið að fletta í gegnum öll gögn sem hafa birst. Öll gögn einhverjum einasta fundi. Að opna það nú ekki þægilegt í þessu GoPro-kerfi Reykjanesbæjar. Að þá sýnist mér við vera þar líka með nokkrar hundruðir milljóna sem erum komin fram úr. En það þarf að skýrast betur frá eignasjóði og eignasjóður mun leggjast yfir þetta. En við ætlum að gera betur, getum nýtt fjármagn betur með betri stýringu. Það ætlum við að gera og vonandi sjáum við öll ljósið þar og getum framkvæmt meira með góðri stýringu. Bestu þakkir. Orðið laust, það Margrét Þórarinsdóttir sem beðið orðið. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég tel mig knúna til að svara bæjarfulltrúa Sigurrós Antonsdóttur. Ég vil árétta að ég hef aldrei sagt að allt sé í bál og brand á velferðarsviði. Reykjanesbær með 14% hlutfall af skatttekjum til velferðarsviðs. Akureyri til dæmis sem við berum okkur oft saman við með 24%. Og þetta eru gögn sem eru opinber og eru frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Ég var að vísa einungis í staðreyndir í fyrri bókun minni sem liggja fyrir í gögnum frá velferðarsviði. Það kemur fram að óskir og þörf barna- og fjölskylduteymis náðu ekki inn í þessa áætlun þrátt fyrir skýr gögn aukna eftirspurn, biðtíma og manneklu. Þau verkefni sem meirihluti nefnir eins og opnun á 80 rýmum á hjúkrunarheimilis, eflingu félagsþjónustu og þjónustu við barnafjölskyldur eru mjög jákvæð. En breyta ekki þeirri staðreynd að kjarnaverkefnum sem sérfræðingar töldu brýnust fyrir árið 2026 ekki full fjármögnuð. Ég er ekki að gera lítið úr framtíðaráformum en það er mikilvægt að svara raunverulegur þörf núna, sérstaklega þegar við bendum á að biðlistar og þjónustu áskoranir hafa þegar aukist. Ég því einfaldlega minna á að gildar óskir frá fagfólki voru ekki teknar inn og það er málefni sem ég var að leggja áherslu hér á áðan í fyrri bókun minni. Takk fyrir. Gott fólk, orðið áfram laust fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2026 til 2029. Nei. Það ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls og við skulum því bera fjárhagsáætlun upp til atkvæðagreiðslu. Þau sem samþykkt geta fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2026 til 2029 eru vinsamlegast beðin að gefa merki. Það eru 7 sem samþykkja hana, þau sem eru á móti. Það enginn og þau sem sitja hjá. Það eru 4 fulltrúar Sjálfstæðisflokks og umbóta sem sitja hjá. Mjög gott. Mér langar bara svona í lok fundarins að þakka bæjarfulltrúum fyrir heilt yfir bara málefnalegar og góðar umræður á þessum fundi og mælendaskrá er tæmd og það er ekkert fleira sem er hér á dagskrá og við munum fara yfir fundargerðina og undirritaðan rafrænt í samræmi við fundarsköp bæjarstjórnar og ég segi hér með 708. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.